komið heil og sæl og verið hjartanlega velkomin að tækjunum. Það eru kattbræður sem að helsa ykkur. Þó að Birkir sér á einhverju vappi hérna. Ekki allt í orðin? Ég var að klappa hundunum. Það í fyrsta skipti sem við erum með hund í setti. Já, sko, gestur dagsins, þið sjáum nú nafnið á þættinum, sko, ég var alveg viss að segja hvað klósetti. Má ég koma með hund með mér? Og glæsilegur hundur en gestur okkur í dag maður sem þarf nú vart að kynna Baltasar Kormákur, farsalæsti kvikmyndagerður Íslands frá upphafi, leyfum mér að segja. Hann hefur unnið með Denzel Washington, Mark Wahlberg, Idris Elba og fleiri stórstjörnum, en snýr einhvern veginn alltaf aftur heim í dag. Ætlum að fara yfir listina, ferilinn, Hollywood og Ísland að sjálfsögðu. Vertu hjartanlega velkomin. Kæra þakkir. Hvernig liggur á þig, Balti? Það var nokkuð vel. Ég var að lenda. Já, hvar varst þú? Ég var að koma frá Malasíu og þar hafði verið í Ástralíu, búin að vera út í 8 ár. Það var að klára tökur, þannig að ég bara svona, ég í svona, sko, ætti að vera þunglindi, sko, og svona, og eins og, þú veist ekki, en ég bara, djúvel góður, sko. Ég lendi á laugardagsmorguninn og bara rigningin tók á mótinni og þetta bara fest og gott. Já, þetta er ekkert frábært. Frábært að hafa Balta, en ekki, veðrið er ekkert frábært. Nei, það er ekki nóg gott. Það er geggjað í gær. Já, þetta búið vera svona upp og ofan síðust dag, en Balti, ég fæði kannski til að koma örlítið nær eða færa mækina líka. Þannig erum við glæsir. En já, sko, 6 mánuðir, er það bara venjulegt tímabil fyrir eina kvikmyndið? Það er bara helmingurinn, sko. Það er bara helmingurinn, já. Já. Það er eftirvinnslan eftir. Og það er, sko, þá er ég oft búin að vinna, sko, tölvöld að myndinni áður, bæði oft í handriti, handritshöfundi, það er alls konar ráða fólk og sem sagt H.O.D. sem er head of department og það tala leikmyndateiknara og tökumann og það er alls konar svona búin að gera áður en svona hardcore undirbúningur er allt að yfir 3 mánuðir cirka og þess að starfa þessum myndum sem ég er að gera eru 3-4 mánuðir. Ég fór út í byrjun mars, bara 1. mars og kom á laugardaginn og þá byrjar eftirvinnslan og það er annað eins dæmi, sko. Ég gerir director's cut hérna heima þannig að það er svona 10 vikna prósess og svo byrja ég vilt að vinna og ég er með svona ég er með ákveðna vinna fyrir, ég fer til London yfirleitt þar er ég með teimi sem að gerir hljóð og litgreiningu og VFX og það er ég með bestu bara fyrirtæki heimi sem ég er með. Þannig að þá hefst sá og þá er ég meira fram og tilbaka en mjög mikið í London. Þannig ég hef verið mjög mikið með þetta system þegar ég komið upp, það ég tekið einhver stað bara út allan heim, klippi heima og gerir svo eftirvinnsluna í London. Sko, nú ég kem alveg kaldur á borðinu, en þú veist... Við munum komið heimskulega spurningar. Já, það er mig alveg blessað verið með. Director's cut, er alvanalegt að leikstjóri sjáum að klippa all fyrstu drög? Sko, það er mjög mikil miskilningur hvað director's cut er. Director's cut er bara, það gera allir director's cut, allir leikstjórar. Ég klippi það ekki sjálfur, ég er með klippara sem vinnur með mér. En það er, ég skila stúdíónu, þú getur segja svona fyrstu drög að myndinni. Það er ekki þetta er hið endanlega director's cut. Það er ofta eitthvað svona, það kalla það stundum þegar menn að gefa út eitthvað svona director's cut af því að það lendi í stríði við stúdíóið, skilurðu. Og þetta er mitt gött og þetta var þessi stúdíóvildi og það er svona einhverja eftir á klipp sem að einhver hefur sett eitthvað saman, eitthvað sem hann vildi ekki hafa tekið út myndinni og komist ekki að samkomulag við stúdíó eða hvernig sem var eða myndinni var ekki nógu vel tekið og þá þarf að sína að þetta var ekki það sem ég vildi gera, þetta er eitthvað svona en director's cut í eðli sínu er bara þessi tími sem leikstjórinn fær og þá má enginn koma inn í herbergið nema að leyfi það. Framleiðendur með ekki koma inn í herbergið. Þetta er bara unionið, ég er í DGA sem er Directors Guild of America og þar er þetta bara 10 vikur látin í friði þannig að þú færði eiginlega bara að teikna upp á mynd sem að þú reynir bara að fatta hvaða mynd út með í höndunum svo koma framleiðendurnir og stúdíóið og hvernig það er og þá byrjaði svona að tala saman á nótur og ræða málin og það er oft mjög hjálplegt bæði það er ekki eins og þetta sé óvinniðinir það er oft bara, já, heyrðu það, já, góð hugmynd og svo kom þessu pröfu það er svona pröfu previews eins og kallaða, þá verður verið að sína myndina og fá álit áhorfenda og hvort þið skilja allt og allt þetta og það er svo fast sem gerist mikið seinna sko. Þannig allt þetta og það er rosalega miklu fordómar og ranghugmyndir þetta allt saman. Þetta sumt er alveg rétt en annað er bara
svona einhverja svona, svolítið, já, svona einhverja sem á netinu er að halda hlutinni séu einhvern veginn allt öðru sem þeir eru. Sko, þú ert auðvitað með handrita myndinni og þetta er allt eftir nákvæmum fyrirfram skilgreindu verkferli, en eins og þú segir, sko, fatta hvað maður er með í höndunum, er stundum ertu búin að fara allt myndefni í hendunar og er þetta bara kannski svolítið öðruvísi en þú kannski laðir beinlínis upp með? Sko, það er oft sem að menn segja að þú gerir 3 bíómyndir, skrifar eina, tekur eina og klippur 3. Skilur. Og það er bara, og það er raunverulega mjög eðlileg nálgun. Það er ekki að sko, ef þú ert með þráhyggju og þetta er myndin sem það gera, hún verður að vera svona. Og þá ertu raun og veru að svifta sjálfæði möguleikanum á heilu ári að vinnu. Það var bara heilt ára að vinnu bara að reyna að ná því sem var svona ákveða hluturinn yrði. Í staðan fyrir að öll þessi ferli eru kreatív og þú ert að ná því besta út úr hverju mómenti. Þú ert að reyna að ná handritin eins góðan stað og getur áður fyrir stað, síðan fyrir og tekur og þá er þetta bara alls konar aðstæði sem komu upp. Heyrðu, þetta er geðveitt hérna, ef ekki að nota þetta eða, heyrðu, það er leikarinn var að missa ættingja hérna, þannig að það var að gefa hann frí þannig að hvað við gerum í staðinn, skilurðu. Þetta er allt, ég er að tala hluti sem hafa komið fyrir mig, skilurðu, þú veist. Og þá breytir schedule og þá breytist alls konar en það er ekki endilega óvinnið. Það sagði rosa góður samstagsmaður við mig, hann sagði hérna the obstacles are the best friend of the artist, skilur. Það eru hindranirnar. Eins og þið sjáu bara ef þú nyttu saman höndunum ykkar þá kemur hiti, skilur. Út af því að núningurinn spyr til hita, orku, skilur. Það er alveg sama. Núningurinn við framleiðsluferlið getur skapað kreatíft ástand, skilur. Það er til dæmis oft talað að Rússar hafi gert svo frábæra hluti þegar þeir mátti ekki segja, skilur, sannleikann. Þeir gátu ekki sagt hlutina beint. Þú veist að finna leiði til að segja hlutina út af því að stjórnvöld voru að stoppa. Þetta getur orðið mjög kreatíft ástand fyrir listamann. Þannig að, og ég er kannski, þetta er kannski öðruvísi á nótu sem ég er að tala um þetta, en það er til dæmis að vinna í stúdíói. Ég oft sé svona í bíómyndum í Hollywood til dæmis. Og þú getur farið með myndavælinn í gegnum vegginn og inn í næsta herbergi. Það er bara leiðilegt. Það er actually svona gaman að þú kemst í gegnum vegginn og þú verður að finna leið til að komast inn í næsta herbergi, skilurðu. Þannig að sko, þú veist, þú veist að yfirstíga ákveðina flækjur. Og kannski handritinu var ekki reikna með að íbúðin væri svona eins og þetta var að taka hana. Og það er að finna nýja leið, oft kemur miklu skemmtilega út úr því. Já. Eða klettarnir eru ekki eins eða hvað það er, það gengur ekki upp út af því að þú ert að taka þetta í söður hluta heimsins út af þá getur ekki, þá eru fjöllin ekki, þá er ekki rétt fyrir innhlutana myndin. Það er alls konar hluti sem handritshöfundar, þeir skrifa bara skrifa og svo segja night og það bara, þetta eina orð að segja night, því er martröð fyrir alla. Og svo er það bara, það þarf ekki að nótt í satri, skiptir einhver máli. Þannig, ok. Að því að það þýðir að það er að taka þetta 7 morguninn og það þarf að lýsa allt. Það er alls konar svona hlutir sem er ekkert endilega og ef þú heldur þú fast við þetta, þá getur þú bara verið að hérna, og það er svona lita svona eftir númerum eins og hvað það skilur, þú veist, en í staðin fyrir að nota bara allt þetta og það þýðir ekki að gefur eftir og það er mjög flott sem að Ingmar Bergman sagði, því betur sem ég undirbý mig á henni fyrir að sett, því frjálsari ég er þegar ég kem á settið, það hendi ég öllu fyrir og nýtt, þú veist alltaf með þetta bakvið skilur, þú veist það er svona jazzari sem er búin að læra lagið en svo bara þegar þú komin í fílingin skilur, þá bara kemur eitthvað miklu betra en þú kantið allt skilur, þú getur alltaf stutt við undirbúningin og það sem búin að ákveði huganum, þetta er ekki frelsað, þú er ekki að undirbúa og veit ekkert hvað það var að gera, það er bara að vera opinn fyrir því að mæta og svo er þetta með fullt af frábæri fólki kannski að vinna með. Þú vilt fá nýta hugmyndir ef það eru góðar og leyfa fólki að koma með eitthvað að borðinu, annars verður þetta bara frekar leiðilegt allt saman. Já. Ein stutt frá mér. Rosalega. Þetta var skemmtilegt. Byrjaði bara strax. Sko, eitt af því að afsakið hlustendur að við förum þess á kursi í þættinum fram og tilbaka, en gervigrind. Okay. Er hún að fara að einfalda lífið, er hún að fara að flækja lífið? Sko, ég skil ekki alveg hvað gervigreind er. Okay. Ég verði að viðurkenna það og kannski er það ég er að því ég er orðin 60. Já. En þú veist, fyrir mér er bara rosalega lítið munur og gervigreind og stafsendingaforriti, þú veist.
það bara sem maður nota bara að hjálpa sér, skilur ef ég þarf að fá okkur upplýsingar og nota gerfigreind, skilur ég veit ekkert munn að maður ekki fæ kannski fljótar og hraðar upplýsingar heldur ég fekk nokkur ára síðan þegar ég var að googla eitthvað, skilur að öðru leyti, það er eitt sem að ég veit að er að koma hugsalega inn í bransan, það er svona previews það er sem sagt svona að nota gerfigreind til þess að kannski pröfa eitthvað, skilur að setja upp skot og láta hann að gera eitthvað sem að þau langar að pröfa sem svona undirbúningur eða annað er að búið til VFX eftir á fyrir ekki endalegt heldur til þess að geta hentið upp að til dæmis þegar ég er að sína myndina og er ekki búin að gera VFX-ið þá getur mjög erfitt að sína hana því að árið kannski vantar bara helmingin á myndina og það er að horfa á hana en sko AI getur hugsanlega gert svona hluti sko hratt en ófullnægjandi á endanum og en svo getur þetta breyst náttúrulega mjög ég bara er fegin að ég á ekki þóland eftir þetta svona gæti bara maður veit ekki hvert það fer þannig er þetta fyrir mér, skilur ég þetta tæki sem er að nota en lega fólk er fara að nota til þess að skrifa fyrir sig eða gera hluti fyrir sig þá veit ég ekki alveg hvort að fyrir þannig að maður sjáu þetta allir í dag sko þetta er eitthvað geldingin er svo skýr ástæðin fyrir spilingar að því að þú ert nýkomin frá löngu ferðalagi sem hún fara inn á hvort það verður þannig í framtíðin að maður þurfi ekki að fara á staðinn, þetta verður bara AI sko, þetta hefur allt komið þetta er bara svona hringur allt saman sko. Þetta er allt komið upp áður en mann held að þetta gera allt í stúdíu og maður munið þeirra að komið sér þessi engine sem að þá gerðir einhverja myndir sem bara Star Wars mynd sem var allt gert í stúdíu allir bara geða mér langar ekki til þess Nei. Ég hef engar sérstaklega áhuga á því. Mér finnst það miklu meira gaman að vera út í náttúrunni heldur en í stúdíói, skilur. Og þar leiðandi og okkur er þá ekki að fara út í náttúrunni nema eina ástæðan fyrir værið að gera það, værið það miklu ódýrara, skilur en svo er það ekki. Nei. Það er svo merkilegt með kvikmyndagerð. Alla tækniframfarir hafi gert bíómyndina dýrari. Já. Það er held allir að digitalmyndu leysa rosa mikið á hólmi en þá er bara komið fyrir dittgæjar alveg bara 10 fyrir áttaði, skilur það er einhvern veginn ekki myndirnar hafa ekki orðið ódýrari þó að tæknin hafi farið fram þannig að það er ekki, auðvitað koma alls konar hluti sem eru betur gerðir en sumt, svo horfum við líka bara myndir frá 1970-80 og það er bara ógeðslega vel gerðar Já, saman því og í stundum þess að VFX er ekkert síðu gert heldur í dag Nei Sko, þú ert hálfaði með þessar tökur og átt helmingin eftir, það eru aðri 6 mánuðir bara sko í eftirvislur, já. Hérna, sko, áður við förum í bara feril, máttu eitthvað segja? Já. Hvað gengur þetta? Þetta er mynd sem að gerist 2010 í aðdraganda heimsmeistaramótsins í knattspyrnu og það er sem sagt og þetta er byggt á sannri sögu þetta er mjög áhugavert hvað gerist þarna, það eru sem sagt maður frá Singapúr sem er að fixa leiki er að veðja og fixa og þetta er að breiðast mjög hratt út og FIFA sem var þá svona að undirbúa heimsmeistaramóti í Afríku og alltaf spillingu sem að þeir þurftu að koma fyrir þar þeir ráða fyrrverandi interbúðlögreglumann til þess að sjá öryggismál og í stadionum það eru svona hræðsla að geta hryðjuverk og eitthvað slíkt og hann á að vinna í því en hann kemur auga á að þetta er að gerast út allt að það er verið að fixa leiki og hann færi þetta á heilan og þrátt fyrir að FIFA sé ekki dórsa hrifið að vera að fara eftir þessu þá hættir hann ekki og þetta verður svona eltingarleikur á milli hans og þessa gauðra og kínversku mafíunar, ef maður segja svo træjatinn sem er að fjármagna þetta stóru hluta og það er svo athyglisvert margt sem ég lærið þegar ég fór að stúdera þetta að sko að veðmál í fótbolta eru stærri heldur en fótbolti ekonomían Í alvörunni? Já og þetta er búið að gera svo hratt síðan neti kom inn að og það eru íþróttamenn sem að segja sko morðhótanir og hatur er miklu meira eftir að veðmál eru svona stóri í íþróttum vegna þess að fólk er náttúrulega miklu reiðara þegar það tapar peningum og hatur verið svo mikið og angistinn þannig að og svo er náttúrulega veðmála fyrirtæki að sponsora íþróttir á sama tíma þetta er svona náttúrulega en þetta eru svona mál sem hafa verið að koma mjög mikið upp á núna bæði NBA
og víðar það var í Premier League og fleiri, það er komið töluvert að svona veðmála skandalum og sem að náttúrulega skadar hérna þessa íþrótt verulega og þannig að þetta mjög áhugaverð svona saga að segja og svo er þetta líka bara þessa karakter og þessi heima og hérna og ég náttúrulega gerði allt sem ég gat til þess að fjalla FIFA eins mikið og hægt væri Já. og svo var þetta bara komið, þetta bara gerist þetta bara í sumar eins og það bara svo sett upp í hendunar á mér á meðan ég er að taka þessa mynd þá byrja bara FIFA spírala út í tómt rugl og þú veist að því að þetta er í Ameríku vissum menn ekki svona mikið FIFA en svona Sepp Blatter hérna, tíman, það er mjög aðtrýst á þessum tíma eru helstu aðilarnar innan FIFA með hlerana búin að fara á FBI til þess að taka upp hérna executive liðið í hérna að því að það er eitthvað búin að gefa sér fram Já. Jack Schumer held ég hann veit í gauðin sem hann gaf sér fram amerísku sem var spiltastur aðeim öllum og þetta er bara, það er mjög flott hérna dokumentari á Netflix FIFA Uncovered Einmitt, frábæra þetta hún gerist einmitt á þessum tíma og það sem gerist fljótlega eftir það þannig að ég er svona reynd að tvinna eins mikið Spennandi Já, ég get ekki beðið eftir að taka þessa mynd sem ákvað fótbolta og líka einhver leitt og spillingu en hérna, þú veist eins og þetta verkefni og önnur, sko, hvernig velur þér verkefni í dag? Sko, ég hef sko, einhvern veginn nú síðustu árin hefur þetta eiginlega vaxið all hressilega þannig að stundum, þetta getur mjög flóki ferli, skilur, þú veist, ég á með alls konar draumaverkefni og stundum er erfitt að koma þeim á koppin og svo er svona hver er staðan á verkefni, eða raunhæft að það verði gert verkefnið, er stúdíó á baku verkefnið, og þú veist, og svo eru hlutverkin, er þetta líklegt að setja kast þessum hlutverk. Þetta er ekki bara svona, þú veist, nefnum sér Christopher Nolan, skilur, sem að, þú veist, einhvern veginn getur, er búin að koma sér þá aðstöðu og hann getur náðast gert hvað sem hann sýnist. En við hinnir, sem við þurfum svona navigata svolítið stöðuna. Og í þessu tilfelli, þegar ég fæði þetta verkefni, þá er þetta ekki fullkomið verkefni þegar ég fæði það í hendurnar og kannski verður það aldrei, en það er mjög spennandi svona glíma framundan og ég tel sko möguleikarnir að vera miklir í verkefninu. Og þá hugsaði mér, ok, ég ætla að veða þetta. Og stúdíó, þetta er Netflix sem kemur með þetta tími, ég er á sama tíma og ég er að klára tökur á Apex. Þegar lest mjög alveg sem efnið var að gera og svona vinnu aðferðinar á hvernig staði við plönu hana og þannig að þeir bjóða mér þetta og ég var þá með líka annað verkefni stort frá Apple skilur, sem að ég þurfti að stíga frá þetta voru svona bæði 2 stærstu verkefni sem ég hafa verið boðin og ég þurfti að stíga frá Apple verkefninu og það fór í tökur með öðru leikstjóra á svipuðum tíma þannig að það var gaman að sjá hvað kemur út í því þannig að ég þurfti bara að taka að velja ok, mér fannst þetta og það var kannski í þessu tilfelli það var svona why the why, eins og maður segir af hverju er að gera þessa mynd mér fannst þú vera svona áhugavert og efni sem maður myndi ábyggla sko vera skipta miklu máli bæðum bara heiðarleika og spillingu og svo finnst mér eins og kemur ljós í sumar er bara allt sko á kafi spillingu þannig að fyrir mér var það með hitt verkefni sem var svona sci-fi stórt ég var ekki alveg eins viss með af hverju núna, af hverju þessi mynd skilur. Þannig að svo er þetta líka bara þú veist, stundum er þetta að gera eitthvað þú veist, sem að liggur nær hjartanu hjá þér og þú veist, og stundum er þetta að gera eitthvað bara líka hreinlega að skemmta fólki skilur. Mér finnst það ekkit, mér finnst ekkit að góða til þess, ég get alveg bara tekið hérna eins og þið gerir Two Guns eða Apex bara, höfum bara svona skemmtum okkur sko, veist, og bara fun ride svo er ég líka bara, þú veist, bara vinna halda áfram og ég nenni ekki að vera ofhugsa þetta heldur Nei. Ég er heppinn, ég bjóð mikið verkefnum og svo bara reyni að velja það sem ég finnst svona, bæði er líklegt til að verða að raunveruleika og ég hef áhuga og oft er þetta tengt einhverju svona með mynd sem að engum sagt frá sem er siglingar, sem er risamynd með mjög frægum leikara og ég hafði þróað þetta með hérna framleiðanda sem gerir La La Land og Completely Unknown og það er bara því að ég var siglingamaður, sko, keppnissiglingamæður frá því að ég var krakki, sko, átt að fara ólympíuleikana í siglingu þannig
það kemur á svona skilur, það bara, já, heyrðu, þetta er sem er áhugaður heimur. Og svo bara þróa menn og gera það besta sem það getur ástæðinni. Margt smátt, þeir hafa hjálpað íslensku fyrirtækjum, félagasamtökum, hópum og einstaklingum að koma sér og sínum hugmyndum á framfæri í yfir 35 ár. Margt smátt eru leiðandi í vöruvali, tækjum og þekkingu til merkinga og þjónustu þegar kemur að auglýsinga eða gjafvarningi. Leiðu margt smátt að hjálpa þér að koma þínum hugmyndum í framkvæmd. Já, þeir hafa verið að því allt langt skeið. Kaldi, við auðvitað hömrum á við ykkur kæri hlustendur, haldi áfram að drekka kalda, samankvæmt að sé sá klassíski light, IPA, nullari. Þetta er bara langbesti bjórn á markanum í dag. Það er bara staðan. Mango Man, við minnum á spænska tískuvörumerkið Mango Man í Kringlunni. Verslunin er á aðalgangi Kringlunar á annarri hæð og verslunarrýmið spanar 667 fermetra. Tískuvörumerkið var fyrst stofnað árið 1984. Þetta er fróðlegsmóli fyrir ykkur hlustendur. Að bræðrunum Ísak Andik og Naman Andik og var fyrsta verslun opnað árið 2000. Er að hraðtískuverslun með yfir 2700 verslanir í yfir 100 löndum allan heim. Og hraðtískuverslun, það þýðir að þú kemur inn, fær sumarlína, svo ertu bara dett í haustlínuna núna. Já, Mango Man, og þá tjekki á Olgu, farið núna appið og bókið searchið Mango og græið Personal Stylist. Það er eins og segir, sko, þú veist að fá þessi verkefnum sem þeir hafa búið til þessa núna, sko, og ert bara einhvern veginn, þú veist að hæsta, og með fulli vinningu fyrir kannski einhvern bókar, þú veist, ég skil að hann verið 67 og hugsi bara veislan og getur ferð að spila golf, en þú veist á hæsta leveli, getur þú ímyndað þér að hætta einhvern tímann? Nei, eiginlega, sko, auðvitað er ekkert gefið, sko, þú veist, að það verði alltaf þannig og maður er alltaf bara, þú veist, það þarf ekkert mikið. Ég reyndar hef ekki farið þetta við frá Director's Jail, þú veist kallað það. Já. Skilur, sem að leikstjóra lenda reglulega í. En þannig að það getur alveg komið fyrir, skilur. Þú fært eitt, þú veist, og því náttúrulega því fleiri svona verkefni sem ganga upp hjá því þetta er svona svolítið svo tröppu, þá dettur bara inn í næstu tröppu, þú fer ekki alveg í kjallara, sko, þú veist. En þú getur lent í því, að þú lendir kannski í nokkrum floppum, skilur þá getur þetta orðið með þungt og það getur gerst hvenær sem er hjá mönnum. En menn geta oft ná sér líka bara fljótt og strik aftur. En eins og staðinni núna, þá var ég mjög erfitt fyrir mig að hætta. Það er bara of mikið freistandi verkefnum. Ég er búin að vinna lengi fyrir þessu. Það sem oft er sagt, þú veist, það maður kannski vilja margir verið í stöðunum hans, en það er ekki allir sem vilja að vinna vinnuna sem maður er búin að vinna til að komast í stöðuna. Og allar fórnirnar sem er búin að færa til þess að koma. Hvort það sé svo virði er bara, þú veist, það er bara eitthvað sem ég var að ræða við sálfræðingibinnum. en þú veist, en þetta er alveg rosa og núna, þó ég sé þokkalega hress, þá fór þetta alveg inn á mörkunum á mér, sko. Þú veist, að þetta var svo svakalegt úthald, sko. Það voru 70 dagar í tökum og nætur, sko, út í eitt og þú veist, snúa við hérna, þú veist, sólarhimnum og svo eins og segi, þetta gerist í 14 löndum. Það var alveg feikilega og þetta er stærsta verka sem ég hef gert, þú veist, þannig að, en svo fer maður heim og situr heim í rigningu í 2 daga og bara hefðu það bara hvað er næsta? en þetta er akkurat mál, sko, ég ég tók þátt í Ódysseysku bara einhvers svona statist í fyrrasumar og bara til að fá smekk eða bragðið af því hvernig er að vera á setti í Hollywood og það var einmitt, þú veist, það var búið að snúa sólregnum við, tekið upp á nóttunni til þess að vera með rétt birtustig, þetta voru 16 tímar on, 8 tímar off og sko mitt hlutskipti var nú bara meira og minna að bíða í rútunni á standby. Já, það er svolítið svo leiðis. Já, en á meðan ég horfði á leikstjóran og aðleikarana vera úti í öllum veðrum og vindum, allan tíman, skýta kulda í bara einhverjum litlum flíkum og ég hugsaði, þetta er ekkit grín. Það sem fólk er að leggja á sig og Kristofur Nólan hann með sultadrópan leikandi nefn á sér, var bara hvergi bangin, sko, þú veist. Þetta er alvöru álag og líka svo miklu peningar spilinu eða hvað? Það er náttúrulega rosaleg pressa og það sem að mjög frækt skiluru og þetta er actually þannig, þegar leikstjóri fær aldrei frí, sko. Þú veist, það er frækt saga að leikstjóri sem fyrir klóstið og það koma svona 2 kvenmanskór undir hérna hurðina, rauða skó eða bláa skó. Þú veist, það er alltaf, þú ert alltaf að vera að svara og alltaf að vera að taka ákvörðun og það er það sem best er að komast heim.
þau eru ekki að taka ákvörðun og þú kemur konan, heyrðu, viltu bara nei, ég vil bara ekki neitt ég hef enga skoðun á neinu Gerðu það svo vel skilur, stundum bara að það er og fólk heldur þetta sé ekkit álag að velja er eitthvað mál, já það er mál þú ert alltaf að taka ákvörðun sem að sé hann fullt af ákvörðunum teknar út frá og ef að þú gerir það ekki rétt þá getur sko afleiðingin orðið mjög slæm þannig að þetta er sko feikilega og þetta er svona pressa allan tíman en þessi 6 mánuði sem að er núna þetta er bara hverjum einasta degi þú átt að velja tökustæði og það er alls konar kvaðar á tökustöðunum og það er, getur þau gett þetta og svo þarf að byggja sett og svo bara viltu taka þetta hérna og svona, viltu taka þetta hér eða skilur viltu þennan leikara og ég er að kasta leikurum þetta eru 100 leikara í þessari mynd og ég er á hverju kvöldi sitjandi og farandi eru eitthvað teip af misgóðu fólki skilur. Og þá búið að vinns úr rosa mikið þannig að þetta er sko andlegt álag fyrst og fremst skilur, sem að leikstjórar díla við en ekki eina sekund er ég að kvarta bara alltaf hljóma eins og ég var að kvarta yfir þessu þetta er náttúrulega mestu forréttindi, ég man þegar ég var að gera Everest og mér var flogið dýrustu þyrlu í heimi upp í basecamp að skáta og ég bara, það var svona eitt tár bara niður bara ok, þú fær borga fyrir þetta Baltasar, skilur við, fólk dreymir að komast hingað upp, skilur þú ert að fá borga fyrir þetta, skilur og ég bara, og það er held að bara vertu, ekki gleyma því þakklæti, að fá að fara, ég er búin að vera í öllum sko út alla triss og Japan, Fiji, Ástralíu, bara geggja búið í Sydney, skilur, á þessum stöðum að vinna og kynnast London við gennum vinnu og það er eitthvað sem að mér finnst bara dásanlegt, skilur, það er svo mikil forréttindi að kynnast fólki og þjóðum í vinnu. Eitt er að ferðast, annað er að vera þar og bara einhvern veginn, og það getur alveg erfitt og flókið, en þannig, reynslan og svo er ég mjög gæfusamur að mér hefur krakkandi mínir og fjölskyldan mín hefur verið mikið með mér, sérstaklega seinni tíð. Og bæði Stormur strákurinn minn, hann var að vinna, hann var aðstofamaður hjá mér og bara þvílíkt góður. Þau fá engan afslátt og Breki sonur minn er búin að vinna með mér núna í mörgum myndum sem svona second unit leikstjóri og tökumaður. Þannig að þetta og svo Sunneva kona mín, hún gerði með leikmyndi í snertingu og þannig að og Pálmi leik í henni og þú veist, þannig að það eru mikla kröfur, þetta er ekki eins og ég sé eitthvað bara, hei, hvað vil þið gera núna? Þú veist, það er bara, en á sama tíma það er ég að lifa lífinu mínu, þetta er líka lífið mitt, sko, ég er ekki bara voyeur, þú veist, að horfa á, þetta er ekki að sjá þess að fólk vera að sofa saman, það er svona, það er að gera það sama tíma, skilur við, ég er ekki bara að horfa inn og glugga hjá öðrum, sem er svolítið leikstjóri, er svolítið voyeur, skilur þú veist, hann er að horfa og svona puppetmester en líka einhvern veginn að horfa á lífið. En að því ég er aktífur, ég var íþróttamaður og mikill, skilur, og ferðast á hestum og gera það, þá þarf ég einhvern veginn að fá okkur út úr þessu líka persónulega. Og það er þetta, þú veist, eins og fara til Ástralíu og fara út í geggja landslag, þú veist, og láta allt krúið labba í 3 tíma með drasli, skilur, og eitthvað gljúfur. Elska það. Já, það sko, sést langa leiðir að þú elskar það sem þú ert að gera, ég ætla bara að segja það og segur í tennis líka, ég þekki eftir því ég byrjaði mjög seint en djöfisins með ég sé þið stundum við á æfingum þarna, við erum að Shanghaiði yfir í padelið, það kemur að því en mér langaði að spyrja þig, sko, að því að við vorum að tala um allar þessar ákvarðanir sem þú þarft að taka og það er svo mikið af fólki sem bera ábyrgð á og bara alltaf verið að spyrja þig, sko, mér langaði að spyrja líka bara hvernig nálgastu þetta þessar leikara upp á bara mannlega þáttin en líka sko, að því að Kristján Óli, ég hugsa, hann er meiri kóngur hvernig er að vera svona mikill kóngur þegar allir lítið upp til þín hvernig er tilfinningin að vera í efsta hásætinu? Það er alveg trikki, skilur það er mjög auðvelt að villast af leið í þeirri stöðu, skilur ég sagði þetta einhvern veginn í gríni, þú veist, ég veit ekki hvort ég var fyrstur eða hvort að ég hafði heyrt eitthvað annars þar en ég var búin að skýta hressilega á mig, ég var ungur maður og kom og ég var þá svo frægur á Íslandi leik og ég var eitthvað, kom eitthvað sent heim og eitthvað þá sagði ég við þáverandi kæristu mín að það er kalt á toppnum ég fikk að þú eigir hana það er þetta ég vil meina það, ég eigi það er kalt á toppnum sko.
nema sko, það hefur eitthvað parallel skilur sagt á sama tíma en en auðvitað, ég veit það ekki en ég ætla bara að halda því fram annars sannar það þetta er early 80s sem ég segi þetta, kalt á tónum og það er kalt á tónum það er bæði getur mjög einmannlettar og það getur líka verið sko þú veist að það sé erfitt að fá heiðarlega sko svörun þeim mikilvægt að hafa fólk í kringum sem þú treystir og ég hef fengið með mér eins og Harpa Þórsdóttir og unni með mér sem eiti núna út allan heim ég tók Margréti búningahönnuði og Ástu Hafþórs sminkum með mér, þetta eru fólk sem er búin að vinna með ég hef verið að taka átt fólk með mér sem ég treysti og það er líka mitt sjálfstraust sem hefur aukist ég veit alveg að ég er búin að vinna með svo mikið fólki úti ég veit alveg að við eigum fólk hérna sem er á sama kaliberi. Ég meina Elisabeth Rónars fór með mér fyrst út og hún var að klippa Deadpool og skilur, þú veist, og Ólafur Darri kom með mér í kontraband, það var fyrsta mynd sem hann gerði erlendis eftir að hann gerir djúp með mér. Ég bara segi, þú veist, ég er ekki að taka kredit fyrir þeirra framlag. Þetta er fólk sem er bara með fínt. Ég var bara svo heppinn að fá að vinna með þeim snemma á ferlinum og gaf þeim tækifæri sem þau nýttu, skilur. En það er líka auki sjóstrast til mér. Ég veit að það er fleira svona fólki á Íslandi sem að ég veit og get tekið með mér og er jafn gott eða betra heldur en það fólk sem að kannski er available úti. Þannig að en það er líka auðvitað er það fólk kannski ekki, það er líka einhver leiti háð þú veist, ég er náttúrulega ræð alla að einhver leiti. Þú veist, ef ég vill ekki hafa eitthvað, þá er hann ekki að fara að vera alla. En auðvitað þú er að fara vandlega með vald sem þú hefur, skilurðu. Og ég vona ég geri það. Auðvitað verða maður örugglega á mistökum svo öllum öðrum í því. En þú veist, ég bið fólk afsökunar ef ég verð óharður við það, skilurðu, og mér finnst ég að vera ósanngjarn, skilurðu, sem maður getur alveg komið fyrir alla. Þú veist, og ég reyni að vera meðvitaður það og, þú veist, og trampa ekki yfir mig, skilur þú veist, það er svona gott dæmi mann sem finnst mér sem að hefur enga stjórn á þessu og þeir poweri sem hann hefur og þetta er mitt ekkert í líkingu við það en það er svo obvious að þú horfir á okkur svona okkur lætur svona þú veit með allt í höndunum, skilur þú veist, en svo er hitt sko að það er líka óðbóðslega erfitt þegar fólk er ekki tilbúið að leggja á sig að vinna eins og þú þarft að vera til að vera svo stað. Þú veist, ef ég er að taka þig með mér eða velja þig í þessa stöðu, þá er það því að þú annarkvort hefur deliverað eða þarft að delivera. Þú veist, þetta er bara svo að vera settur inn á í landsliði, skilur þú veist. Það þýðir ekki að segja, ekki vera leiðilega, að taka mig út af minn, alveg, þú veist. Ég var að reyna mitt besta. Það bara virkaði ekki, skilur þú veist. Það er sama. Ég er náttúrulega í þessari stöðu og ég ber ábyrgð á að skila þessari vinnu til stúdíósins og til áhörenda og til sjálfsmín og til myndarinnar og ef það þarf að taka æraðar ákvarðanir þá er voða erfitt að fela sig fyrir því að það sé ekki þú sem að gera það skilur. Og þú veist, ég hef sagt ekki fela þig bak við agentiðin, ekki fela þig bak, þú veist, segðu bara taktu ábyrgð á ákvarðaninu og það er allavega það sem ég reyna að gera þú veist, og það er ekkert alltaf vinsælt skilur. Það er alls konar fólk sem hata mig að því að þurft að taka ákvarðanir og þeir sjá kannski ekki forsenduna en sá kvöluna sem á völuna skilur veist, og það er bara þannig þú veist, þarf að taka erfiðar ákvarðanstundum en ég geri það ekki nema að full reyndur ég gef fólk sjans tala mjög skýrt við það þú veist, það er mjög sjaldan sem að ég hefur ekki fólk og það, maður getur líka verið að skaða fyrir fólk sem, þú veist, mjög lengi með að gera það skilur þú veist, að því þetta fréttist þú veist, reikin á þessari myndi eða hvað það er, skilur en ég ætlum að raka ekki eina konu af Apex sem ég hefði átt að reka og hún fullorðin og mér fannst það erfitt en hún var bara reikin á næstu myndi í staðinn skilur það, þú veist en það, þannig að já, þannig að ef það svarar spurningunni Já, það gerir það og mér finnst gott sem þú nefnir sko með fólki sem þú tekið með þér og berðir raun að vera ábyrgð á og síðan stendur það sig í stikkinu og fer þarlegandi áfram og stendur sig áfram vel en fekk kannski tækifærið í gegnum þetta og við fengum Hilma Vegar í flottu viðtali sem hann var að tala sko í sambandi við nýsköpun að þú ert með fyrirtæki sem verða stór og það skapa svo mikil tækifæri út frá því og mikil þekking og
en út frá þessu stóru tækifæri sama með kvikmyndaðin, það eiga svona ég var að segja risa eins og þig og núna fleiri, það skapar svo mikið tækifærum fyrir fleiri í iðnaðinum. Já, og það náttúrulega og það eru tækifæri sem koma en þú verður að delivera, þú verður að standa, það er engin greiði í þessu. Eina sem ég get gert að opna hurð fyrir ykkur. Ef hann ekki að fara innan hana og standa sig vel að inni, þá skiptir þetta engu máli. Ég get valið leikara í hlutverk, ef hann delivera ekki, þá bara er verra heldur en að stað fari og það áviðum alla. Og þetta ekkit, og það ekkit allir sem fíla það sama og það ekkit, ég bjóði upp okkar fólk, það ekki það mest að fólki sem ég kannski mæti úti, sem að vinna með mér sé sama sinni sendilega, þú veist. En ég ger þetta út frá eigin hyggjuviti og tek ábyrgð á mínum ákvörðunum, en ég líka mjög kröfuharður við það fólk sem ég tek með mér. Og þegar það kemur á mínum forsendum, þá það raun og veru það þarf að skila 110%. Skilur. Sko, ég heyri mjög áhugavert og Leifur, þú út á eldi hérna, ég mjög ánægði með þig, þetta náttúrulega fellow kvikmyndamaður eins og Baddi. Það sem mér heyrist svona kunnlegt stef, Guðjón Þórðarsson verið miklu aðdáendur hans, hann var náttúrulega með sín í liðinu og hann var að fá Íslendinga til Stók og svona, þannig að þú veit kannski að tengja við hann þangang, þá þarf þetta eiginlega að vera ekki jafngóður og hinir heldur betri. Eiginlega, þú þarft eiginlega að delivera betur. Og annað þegar þú ert að fá börnin að gera eitthvað. Þú veist, bara, sko, það ekki gást öðrum, það gást barninni. Þú bara, versta sem þú getur gert að setja á ranga stað, á röngum forsendum, skilur. Og það, þegar ég hef gert þetta, þá þú veist, sem betur fer, allir 3 strákarnir minna hafa leikið hjá mér, skilur. Og stóðu sér allir mjög vel, tveir af þeim til Edduvelun og hann á vanskilur, það þú veist ekki það sé endur á heiminu, en það allavega mörg, og það eins og fólk hleypur ekki til þegar síni leikstjóra að fara að hrósa þeim endurlega. En sko, það svo mikilvægt fyrir mig að þeir séu á réttum stað, skilur, að ég svo gerist fyrir Sofíu Coppola, þetta var bara rillingur. Hún var sett í Godfather 3 og hún þurfti að díla við þetta bara langt framöndur, hún var það leikstjóra seinna, skilur, en þetta bara martröð að vera settur á vitlausa stað. Og ég veit að bara sem leikari, þegar ég var að vinna mikið sem leikari, að þú veist að vera í vitlausu hlutverki bara, þú ert bara vonlaus. Það alveg sama hvað þú reynir. Það ekkit allir sem geta leikið öll hlutverk. Þess vegna eru leikara mjög góðir, jafnvel bestu leikari í heimi. En þegar þú ert í réttu hlutverki, þá bara gengur allt upp fyrir því. Já. Það á við alla í lífinu allstaðar, by the way, ekki bara í leiklist. Þegar þú ert á réttu stað, þá gengur allt upp fyrir þér. Þegar þú ert á vitlausu stað, þá tvælist allt fyrir þér. Og þetta hef ég gefið, þegar ég var að halda fyrirlestra og tala ég gerði Eiðinn og fór allt landi og var að tala við krakka, þá var þetta bara, ég átti að tala að þau ætti ekki að vera að taka fíknefni. Ég nefndi eiginlega ekki að tala það því að það svo pointless að segja krökkum það, heldur bara, hvernig getið sagt þeim, hvernig getið orðið bestu versjón að sjálfu þið, skilur við. Því ég held að þá þarft ekki fíknefni, skilur við. Nei. Ef þú finnur haminginn og þú finnur tilganginn, skilur við, það miklu meiri lækning heldur en einhver kalla að segja hvernig þú átt að haga þér með vinniðinum í partíi. Já. Ein spurning sem ég með að þegar þú gert fjölda Hollywoodmynda að því að við erum mikil áhuga um fjármál hérna inni og hlustendur okkar það líka, sko, hvernig ratioið bara á þínum myndum so far og svo bara út í þessum Hollywood heimi vanandi hvað myndum skila hagnaði, núlli, tapi, þetta mjög mismunandi? Já, það er nú sko, það tala þetta 2,5 held ég skilur í box, ef mann rétt í box office, ef hann skila 2,5 sinnum, að því að sko það ekki mikið sem hún kemur endur en þá þýðir hún fær svo mikið í sko ancillary rights sem eru sjómannsölur og og vídeo eða demand eða hvað það skilur, það var DFD á sínum tíma og vídeospólur áður, en þá ertu svona, þú veist, og ég hef nú aldrei skilað einhverjum ofsagróða, en ég hef alltaf skilað. Okay. Ég held að sé enginn af myndunum sem ég hef gert úti hafi verið álitin sem fjárhagslegt flop, skilur. Já, frábært. Hvort að þú veist, hvort það ná þessu, það allavega alltaf tvöfaldar budgetið sitt held ég og stundum margfaldar, ég meina Everest sannlega stærsta, hún var gerð fyrir $50 million og gerði yfir $200 million á heimsvísu, það þykir mjög gott sko, en já, þannig að það en svo náttúrulega eins og með streamerana þá þetta allt öðru sér reiknað, þessi Apex mega hit hjá Netflix, hún var sko tvöfald með það sem að þeir áætluðu í aðsókn. Og þeir reikna þetta út frá sínum forsendum sko. Má ég spyrja aftur afsakaði fáfræði mína, en sko Netflix þar eru bara allir með sína mánaðarlega áskrift samanborðið, ég skil að hvað mikið fólki bíó eftir hvað myndin aflar mikið,
þetta skiptir máli líka við Netflix, hvað margir horfa á myndina. Já, algjörlega, þeir mæla nákvæmlega áhorfið á hana, sjá með þess að hvenær fólk slekkur á henni eða veist, þeir geta skoðað þetta allt, þeir með alla statistíkina. Já. Þeir réttlæta sínar, sko, eyða peningum, skilur þá réttlæta, sko, eyðsluna með þess að áhorfi. Ok. Og það er ekkert minna mál fyrir þá, þú veist, þeir eru mjög mikilvægt fyrir það að fá áhorf í samræmi við það sem þeir eyða, skilur. Auðvitað, sko, eru höggin öðruvísi fyrir þá, en ef að fólk náttúrulega ekki að neita þeirra mynda sem þeir eyða peninga í, þá náttúrulega þeir ekki að ganga upp það sem meira þeir verður bara reknir. Hérna Ted Sarandos er kannski ekki að fara að missa vinnuna, en þeir sem að tóka þessar ákvarðanir, því að þá ert að servisa þess að fólk þú veist, framriða, þú veist, bara svo að þetta gefa út blaðið eitthvað og þú veist, og það lesa það enginn, þá enda með að fólk að segja áskriftin upp, skilur. Og það er sama með þetta, skilur, ef þú notar ekki þjónustuna, þá fer áskriftin á fækandi. En ég er ekki, þú veist, algjörlega inn, ég veit hvernig statistíkin er hjá þeim, ég veit hvernig þið skoðu þetta, þeir geta stóð þessu svæðum þegar þeir gera eitthvað á Íslandi, þá setja þeir í Skandinavíu, hvað mikið, þeir eru mjög ákveðin svæði, en þú ert að gera svona myndi eins og stærri myndi, þá er það bara heimurinn. Það er bara nákvæmlega, þú getur séð bara hvað einasta household hvenær er kveikt og slögt á sjónvarpinu. Kringlukráin er fjölskyldufyrirtæki sem opnaði 1989, hvenær, á sjálfan bjórdaginn og í 35 ár hefur hann skapað sér fastan sess í veitingahúsi Flóru borgarinnar og rúmlega það. Klassískt veitingahús með fjölbreyttan og vandaðan matseðil þar sem allir ætti að finna eitthvað við sitt hæfi. Þeir leggja mikla áherslu á þessa persónulegu góðu þjónustu. Ég var bákvæmt að vera þetta bókað sig á Þorláksmessu í smurribrauði, sko. Já, ég held líka bara að það fyrir að huga því. Og ef það er hægt, hvort að menn séu þá í seinni skipunum. Svefn og heilsa. Í Guðunabænum stoppaði það sem þú ert að gera, kæra hlustandi, það er nefnilega að þú þarft að gera gæða og verðsamanburð þegar þú ert að versla rúm eða önnur húsgögn. Byrjaðu fyrsta stoppið þitt á alltaf að vera í Svefn og heilsu. Sængurverasettin frá Svefn og heilsu eru, ég talaði út úr þessum heimi, Hefell sængurverasettin eru, þegar þetta er tekið upp, á 20% afslætti og Van Dijk sængurverasettin á 25% afslætti. Ef þetta er ekki nóg fyrir ykkur, þá eru öll önnur lög á 20% afslætti. Já, málið er líka, sko, ef að Svefn og heilsa er þitt fyrsta stopp, þá er það mjög líklega líka þitt síðasta stopp. Já, það er bara 100%. Ég spurði án og því gerðugreind, sko, þó ef við fengið fyrir 10 ára síðan hafa við örgulega spurt út í framtíð kvikmyndahúsa. Hvernig líst þér á þróuna bæði hérna í Íslandi og í heiminum? Er Apple og Netflix að taka yfir eða? Eru streymisveiturnar að eyðileggja bíómyndir? Nei, ég held ekki. Ég held að séu að gera kröfu til bíómynda, skilur, ákveðin hátt. Að bíómyndir sem er í bíóhúsum séu gerðar fyrir bíóhús, skilur, og séu upplifun. Og ég held að að það sem að mér finnst það er núna bara rosalega svo. Nú er bæði Ódysseifskviða og Spiderman þannig að það er ekki eins og fólk fari ekki í bíó. Mér finnst það svolítið gott á bíóhúsin. Já. Ólíkt, sko, kannski allir er svo dramatískir og það er svo mikið af bíóhúsum sem er svo fucking léleg, skilur. Einhverju smá skjermar með einhverju lélugum sætum sem að þú sérfa alla yfir hárgreiðsluna næsta manni, skilur. og ég bara, já, þið þurfa að hafa fyrir þessu. Ef að það er betri gæði í stofunni á mér, heldur en í bíóinu, og jafnvel skjárinn stærri, þá er ekkert pointið að fara að inn, skilur, nema það er komið pop. Skilur. Þannig að það er bara krafa. Það er bara svo allir sem lenda í einhvers konar tæknibyltingu eða tæknibreytingu. Þú var bara betri en að því núna er actually komið samkennu bara stígu upp og gera betur. Þannig að fara í bíó verði ánægilegri upplifun, skilur. Og það er að geggju bíó við að heiminum en 80-90% af þessu er bara algjört rusl, skilur. Vondar, á þessum tíma sem ég var að byrja og það voru ekki byrjað að skrína, þetta voru að sína þetta á filmu. Það voru rispaða filmurnar og þetta var kliftar og tættar, skilur, það var svo illa að fara með þetta og þetta var fólki í útkvörunum búið upp á. En svo kannski í New York og LA og svona fínu stöðum voru flottu bíóin. En stærsti neytarhópurinn var að fara að fá mjög lélega upplifun. Þannig að ég er ekki að segja að það sé ástæðan fyrir að strímarnir eru til. En þetta er bara sem að ég elska að vera í bíó, mér finnst það geggja. En til þess að fá bíóupplifun, mér langar ekki að fara bara
einhvern líkið skústaskáp og horfa á mynd með einhverjum þremur það er alveg verið heima hjá mér Já, mjög gott. því að við hafum farið inn í svona það lappar í Já, bíó já. bara, okkur er ég hérna þú veist. Hvor er að borga minna á þetta? Já, Já, mjög góð punktur. Við ætlum aðeins að, sko, Baltasar byrjaði þetta fyrir sinni í Þjóðleikhúsinu, hefur snúið þangað reglulega síðast með íbúð 10B eftir Ólaf Jóhann, en auðvitað stærsta hluta síns félags verið í kvikmyndunum. Hvort formið heldur Baltasar meira upp á í dag? sko, mér er ekki mjög vænt leikús en það er alveg ljóst að kvikmyndunar eru minn miðill og sá miðill sem að ég mun eyða mestum tími, hvort ég ger aftur leiksýningu ekki, það ég bara er ekki að hugsa um það okkur þessa dagana en bíómyndin og ég upplifði þetta sko, ég átti svona, það var svona áhugaverður hérna, ég var að gera svona sýningar mjög svona visual og svona alls konar áður en ekki fór að gera hérna bíó, svo gerði ég bíó og svo kom ég aftur í leikhús eftir það og þá gerði ég eiginlega bestu leiksýningar mína, þá var svona mjög mikið leikhús fyrir leikhús bara og þá var ég svona frelsaður aðeins að gera bíó í leikhúsi svo fór ég bara einhvern veginn alveg yfir í bíóið en ég man þegar ég var að gera 100 Reykjavík og vorum eitthvað fyrstu tökudögunum og maður liti á klukkuna og dagurum var búinn og ég sagði bara, vá, dagur leið á þess að ég náði að hugsa um neitt annað heldur það sem ég var að gera og ég sagði, já, þetta er staður sjá þú veist, að því að ég þú veist, bara tók mig allan ég var allur þarna og það fyrst skipti, með þess að ég var að leika þá var ég ekki allur, þegar ég var á sviðinu þá var alltaf svona lítil típur út af heilanum hvað er að fara að gera eftir sýningu, hvað bara á ég var á skilur ég kannski ef maður fyrir ekki ef að offrós er háð en bara eins og 101 Reykjavík það bara, maður sjá líka þar að öllum fannst gaman og þú veist, þetta er bara köld klassik það var ógeðslega gaman að gera þetta Já. veist, það var rosalega gaman að gera þetta og þetta var líka, þetta er náttúrulega sjálfsagðulega sagt að mörgu leiti, þú veist, ég er að gera eitthvað innan úr þínu umhverfi skilur ekki það að mamma er ekki lesa og ég gerði ekki kjærist en ófríska en að öðru leiti þá er þetta, þú veist, kaffibarinn og bara, þú veist, krakkarnir frá þessum tíma og þetta var bara, þú veist, þetta væpið Sko, ein bara svona erfið og þung spurning en hann er örugglega svaraði henni milljónsunum áður fyrir mögulega, kannski unga upprunandi kvikmynda leikstjóra sem ætla að hlusta á hennar þátt hvernig kemst maður inn í Hollywood og kannski mikilvægt hvernig heldur maður sér þar? Sko, já, þetta er nú ekki rétt þegar ég svara ofta áður. Já, ok, ég bara gaf mér það. Já, nei, það er Já, fyrir ekki, ég fór svo djúpt niður, ég var alveg bara inn í mig ég var hérna, hvernig svara ég þessu? Sko þú ferð inn í Hollywood með að gera myndir sem að bæði sko áhorfendur hafa áhuga á og helst gagnrýnendur líka. Það er erfitt að koma frá algjörlega arthouse hlið, það sem að bara gera eitthvað sem að þú veist, sýnt á okkur kvikmyndahátíðum og ég finnst að Hlynur mjög flottur og Pálma og ég finnst ekki miskilega, mér finnst það gott arthouse er æðislegt, en það er ekki bein leið þaðan á einn. Það hafa eitthvað leikstjórar að gert það, David Lynch eða eitthvað svona skilur, það hafa farið þá leið, en þeir eru svolítið breiðari, skilur ef þú ert alveg að gera bara, þú veist, fattið eitthvað fullri vinningu aftur, sveppamyndirnar eða eitthvað skilur, það er heldur ekki endilega greiði leið, skilur þú veist, sem er bara algjörlega kommersial á lokal svæði. Ef þú nærð að gera myndir sem að vekja athygli og fá jafnvel svona áhuga og hafa þessa appeal að fá áhorfendur, þá áttu hugsalega möguleika. En svo er aðalatriðið hvaða tækifæri gefast og hvernig nýtir þau. Skilurðu? Því að það er, sko, þú veist, það tekur langa tíma að komast að inn, en það er rosalega fljótur út. Já. Þú veist, það er rosalega, þetta er svona svo, það farið í fjölbýlishús og svona hvernig fólk losið fyrir rusl. Já, því miður ekki það. Lúa. Lúa, það er bara vitt, það er lúar aðstæðanleginni og það er bara vitt. Það er rosa auðvelt að lendi í lúinni, sko. En ég held að fyrsta lagi þarf það að vera einhvern veginn samkvæmur sjálfur. Þú verður að vita, og þetta er eitthvað sem að ég held að margir kannski átt sig ekki á, hvernig myndum finnst þið mest gaman að horfa á? Myndir.
skilur. Gerðu þær. Mhm. Ekki gera myndir sem aðrir vilja að þú gerir. Ekki reyna að sniður? Nei, ég held þessu bestur í að gera það sem þér finnst skemmtilegast. En við erum ekki öll eins búin til, skilur. Við erum ekki öll með sama, þú veist, og ekki reyna að vera eitthvað, þetta er bara, þú veist, ég alltaf sagt til fólk þegar hérna kemur í pröfur og svo fyrir þetta það með hljóma leikara, ekki vera neitt annar en þú. Þú ert besta versjónin af þér. Á ég við, ef þú kemur í pröfutímin og þetta vera ég, skilur, þá myndi ég ekki sjá þig. Ef ég vildi fá mig, þá myndi ég bara ráða mig. En ef ég fá eitthvað sem er eins og þú ert, þá áttu mesta sénsinn. Ef ég er að leita að því, þú átt engan séns ef ég er ekki að leita að því. Þú ekki vera sem þú ert, er ekki að fara að virka, skilur. Og þú sjá, flesti leikarar, þegar þeir slá í gegn, þá eru þeir eiginlega bara að leika sjálfa sig. Þeir eru mjög nálægt að leika sjálfa sig þegar þeir vekja athygli, skilur. Svo Brad Pitt í Thelma and Louise eða eitthvað, skilur. Þetta er bara svona hans orka. Hann bara næri gegn til því. Svo kannski tekur ferillin alls konar, þú veist. Og oft eru menn bara að leika mjög nálægt sjálfum sér sem þeir eru að gera góða hluti. Þú veist, að þú ert að ná í sko snertinguna. Það er rosalega flott, eins og finnsku leikari sem ég var í leikskólanum, hann var að segja í Finnlandi leikja á finlandssvensk og finnsku og hann leika Hamlet. Og hann gat ekki sagt á finlandssænsku mamma, þegar Hamlet öskrar á mömmu sína, af því að mamma sé finnsk, þannig að öskrar alltaf á mömmu sína á finnsku. Þú verður að ná í, þegar þú segir mamma, þá verður að ná í þessa bensku tilfinningu hvernig orðið mamma er sagt, af því að vera að koma innan frá þér. Þú getur sagt það, en það þýðir ekkert nema það komi úr barnæskunniðinni, úr þinni reynslu að tala um mömmuðina, grenja í mömmuðina eða hvað það er. Og þetta er svo skýrt, skilur. Auðvitað síðan vext og getur dafna og gerst alls konar hlut, en svona grunnurinn er þarna, skilur. Þannig að því meira sem ég get að segja, ef ég hef áhugað ykkur, þú veist, eða svo siglingum eða fjallaklifrið eða úti með, þú veist, þá er ég líklegastur, skilur, til þess að gera hugsanlega besta verkið, skilur. Ég held að ef það var ameríska pólitík, satíra, það er ekki víst að ég væri rétti aðeins að gera það, skilji. Það er aðrir sem eru meira heimavelli þar. Þannig að, já, ég myndi halda að það sé þú veist, að reyna að hlusta og alveg svo þegar mér var búið að gera Fast and Furious 2 myndir, mjög snemma á ferlinu. Já. Og þú veist, það þýtti bara ég þurfti ekki hugsa peninga sem eftir ævinar, eða bara hugsa peninga sem eftir ævinar, það var svo mikið aðeins. Skilur, að hérna, það bara, ég hef aldrei haft gaman að þessum myndum, skilur. Og akkur ætti ég þá að fara að gera það. Og það er saman með Marvel. Ég hef aldrei haft gaman að þessum myndum. Þú veist, ég er ekki, og það þýðir ekki að það sé ekki, það geti ekki verið góða myndið eða skemmtilega fyrir einhverja. Ég er bara ekki rétti maður til að gera það. Af því ég hef ekki gaman að þessu. Og það er það, skilur, en auðvitað þarf með tilhættin að hafa gaman að einhverju til að gera það vel. En það er svona grunnurinn, skilur. Vertu samkvæmur sjálfur þér. Reyndu það, skilur. Í öllu þessu, það er allir að toga þið í alls konar áttir. Skilur. Og það er nú, Hollywood er náttúrulega mjög, sko, Hollywood er bara allt og ekkert, skilur. Það er engin hurða Hollywood, það er ekkert andiri, skilur. Það er hvernig, þú veist, það er engin sem getur banka upp og neist þar. Þú veist, hvað er Hollywoodmynd? Þú veist, Everest var til dæmis, hún var að gera bresku kvikmyndafyrirtæki, tekin í Ítalíu, Englandi og Nepal, en samt alveg Hollywoodmynd, skilur. Og Túkans var fjármagna á Rússum, sennilega glæpamönnum, skilur. Skilur, það hérna, þú veist, það er bara einhver hugmynd. Hollywood er bara hugmynd stórar myndir, oftast á ensku, skilur, en stórar myndir sem að fólk fer almennt á í bíó. Það er bara, það er ekki raun og frekari skilgreining á því að Hollywood, hvað er Hollywood mynd, skilur. Hollywood er uppaflega bara, pæli í því, er bara staður þar sem var nóga sól til þess að fá honum ekki nóg mikið ljósmagnin á filmuna. Það fóru bara allir þarna því að það var svo auðvelt að fá ljósmagnin á filmuna. Það þurfti svo mikið ljósmagnin í þessum innistúdíum, þá voru opið þökin og nýttu sólina því að í dag náttúrulega þarf enginn að vera, það er enginn að það lengur, skilur. Það er enga bíómyndi teknar að það. Nei. Að þið varst komin á rússana, skemmtilegt, sko, eru margir bara fjárfestar að bara í staðin fyrir að setja í hlutabréf eða fasteignar, hvað sem er að bara prófa að gera bíómynd. Já, það er rosalega margir sem að hafa brent sig á því. Já, það ekki. Og það er alveg, þú veist, það er náttúrulega atvinni fjárfestar, það er ofta margir sem eru í sambandi um að vera, að því ég er með rekord fyrir að
skila Mhm. þá hef ég, þú veist, fæ ég svo ég stóð með nokkrir aðila sem að eru ofta að leita til mín en yfirleitt þá vil ég fara í gegnum framleiðendur fyrst, skilur Mhm. og síðan fá fjármagnið og ég vil helst ekkert endilega í beinum dialóg við fjármagnið en það eru mjög margir og það, þú veist, það er mikið að þýskum peningum að tímabili, þú veist og rússneski peninga þegar rússar áður fóru inn í Úkraínu og Úkraínu Já. og þá var allt flæðandi í rússneskum peningum í Hollywood og, þú veist, og Hollywood er svo rosalega gott hvað er Hollywood í að láta aðra borga fyrir kostnaðinn Já. og dreifa svo myndunum og taka þaðana peningin þú veist, það er líka því að það er rosalega mikið að fjármagns eigendum sem leiðist sem að hafa ekkert rosa þú veist hvað fjármagna klósipapir eða hvað skilur, whatever þið ég skilur Við vorum með Róman Abramovits í Chelsea sko, hann leittist bara þetta er fótbolti skilur, þá fólk veist bara mér langar að hitta kaupmundstjörnur skilur, mér langar að kaupa bíó, það er allir gaman að bíó skilur, þú veist, það bara langar að bíó svo fara að koma á set skilur og það bara djúfell þetta leiðilegt 12 tímum síðan ískalt ekkert búið að taka eitthvað eina mínútu upp skilur fyrir myndina bara ég meina það ég gleymi ekki þá sá ég einhverja gleði konu sitta í leikstjórastólnum mínum ég var ekki að gera túka hans og ég bara hvað er þessi kona að gera í leikstjóra já þetta er fylgikona fjármagnurunum það bara vil ég koma í burtu það sá svo að með eitthvað rúsi með túbei sko. það bara ég vil ekki tala ég vil ekki blanda mér í þetta leiðum bara að klára að gera myndina Sko já, smá löng kannski spurning en við erum að tala um þetta hvernig þú kemst inn í Hollywood ég segja, þið segja í Hollywood allt er vænt sem er grænt Já, það ekki? Jú. Já breakthrough þitt veist, og komast inn með tillitin til agenta og svoleiðis eftir með eitthvað tips þar eða? Sko, þetta hljómar náttúrulega lyginni líkast þetta gerist bara og ég vissi ekki á þeim tíma vissi ekki til þess að Íslendingar væru í þessari stöðu að þegar að ég gerði 101 Reykjavík og hún var sýnd í Toronto það var mjög áhugaverð sagan hvernig það gerist allt því að hún fór, ég var eiginlega bara þetta var dautt hún var sýnd í Cannes seldist á nokkuð territory og svo fór hann sýnd í Locarno og vann eitthvað velunar, seldist ekki neitt og ég bara, þá kom sölufréttakefið það, þú veist, og sagði bara góða fréttir og vonda fréttir hvort viltu fyrst? Ok, geðu mér góða fréttina fyrst nei, það geðu mér vonda fréttina fyrst fyrir ekki að við sagði ég já, myndin sagðist ekki og það er bara ljóst að þú ert að fara á hausinn hver eru góðu fréttinar? Lars von Trier fór á hausinn fyrir 20 ára og sjá hvað hann er núna það er sama fyrirtækið það var ekki einhvern veginn það sem ég veist að heyra Nei. og ég var bara þetta leiti illa út skilur, og svo fór ég til Toronto á hátíðina þar og þá gerðist bara eins og gerist í bíómyndunum það bara, myndið var sýnd bara seldist allan heim vann besti njúkomerinn í Toronto sem er stærsta kvikmyndahátíðin í Norður-Ameríku og það voru bara blaðmenn og agentar að elta mútu götu að reyna að sæna mig og þetta var bara frá 0 to 10 og þetta ég átti enga veginn vona á þessu og þá byrjaði bara síðan hef ég verið með agent í Bandaríkjunum eftir þá mynd Í smá undirbúningi fyrir þáttinn þá komast það einhverju fundi sem þú áttir með 20 jakkavættaklæddu mönnum hjá Universal að samfara þá að framlega kontraband og svo fundum með Denzel Washington fyrir Two Guns Er ekkert mál að byggja upp sjálfstraust fyrir svona fundið? Sko ég er bestur undir pressu ég held það og ég man bara þú veist það er svona momentið þegar ég kom inn í þetta svona Hollywood herbergi sem sjá svona óvallaga herbergi með 20 jakkafættuköllum og tell us why we should hire you to make this movie og ég bara ok, go og sænaður bara, þú veist, daginn eftir sko, það er eitthvað svona þetta er líka íþróttum sumir skora á réttu mómentunum það er ekki að skoða hver einustu æfingu og svo komum stórleikinn og þau ná ekki að gilli það er einhvern veginn að það er eitt sem að ég held að sé lykillinn að því og þetta er hljóma kannski kokki og allt það en ég held að sé lykillinn að því sé
að geta verið þú sjálfur í öllum aðstöðum. Tala eins við þetta fólk og svo tala við fólk sem er í veikari stöðu eða þú ert að ráða. Þú breytist ekki, skilur og þá aftur, eins og ég var að segja, ertu sterkastur. Þú ert bara situr í þér og segir bara, ég skal segja okkur ég á að gera þessa mynd og trúir á þessum mót að segja, ofmetur ekki stöðu þína. Það er verst. Og vanmetur hann ekki heldur. Ef þú vanmetur sjálf þá ferðu undir, skilur og verður veikur og ofmetur þá lítur brótur að vitlaus, skilur Þannig að það er einhvern veginn að bæði geta lesið hver er ég í þessu herbyggi, fyrir hver stend ég og okkur er ég hérna og ekki halda það að það sé ekki fleiri sem er í einhvers staðar í línunni á það fyrir utan, skilur Þetta er svona eitthvað kombination og það geta skorað í þessu svona, á svo réttum momentum, skilur og það er aftur og, fyrst, og eins og Denzel og þetta, fyrst, Denzel var bara eins og hann ætla að éta mér hausinn, skilur hann bara býði eftir ég myndi feila, skilur hann er ekki tigri, sko, hann er alveg rosalegur og hérna með mesta svona sterkustu ári ára hann bara ára, já, hann er rosalegur, sko það er bara, hann er nákvæmlega eins í persónu eða jafnvel meira skeri heldur hann og þú veist, hann er í bíómyndum hann tekur þig bara svona, hann alveg bara þú veist, segð þú mér okkur ég á að fara að vinna með þér hann á Baltasar Kormákur úr Kópavogi þú veist hvað hefur þú hingað að gera þetta er svona innri dialógur í mér litli strákunum Kópavogi, hvað er ég að gera hérna og það eitthvað það tókst þú veist eins og ég náða samferðan og þú veist, en það er líka moment skilur þú veist, og það er þetta líka ok, það kemur það rekst úr mig þegar ég er að segja þetta að ég gaf mér lofur líka að ég myndi alltaf fara til leikar og segja þeim ef mér finnst eitthvað að það stundum er bara auðvitað saman bara hvort að ég geti klift mig fram í þessu eitthvað svo sé ég að Denzel Washington er með kæk leikkæk ég er búin að fylgjast með þessu þá kemur þetta moment, ég veit að hann er ekki að fara að fíla þetta þegar ég kem og segja þetta við hann en ég er búin að gefa sjálf mér lofvörð ég muni segja þetta við hann eins og ég myndi segja þetta við Óla Darra eða Ingvar eða sama hvernig skilur og ég ætla að gera það og ég gleymi ekki að labba upp á hann og segja hey, Denzel, you have a dick og hann bara what? Yes, you roll your tongue in your when you're pretending to be thinking hann horfði á mig og sagði bara do what you want with it I just wanted you to know svo hann aldrei gera þetta aftur hann sagði ekki takk hann sagði ekki neitt hann var eiginlega farið að drepa mig sko ég var ógeðslega ánægð sko að því að okay, ég gerði vinnuna mína ég ger ekki mannamun skilur og þetta er munur á mönnum það minna þetta er sá gæði sem að tala neitt besti bara besti leikari hérna kvikmyndasögunar New York Times fann það besta kvikmyndaleikari sögunar skilur og það er alveg fyrir ástöðu hann er náttúrulega frábær leikari hann var leika öðru sem hlutverki á mér hann var leika komedi svona léttara sem hann gerir mjög sjaldan skilur en gæinn alveg geggjaði þegar maður sér hann þegar hann setur undir þessu hausinn og gerir eitthvað en hérna já, það átti líka alveg rosalega góðan hérna, ég var í ADR með honum ég var að segja þess að, ég kannski sagt á þér, ég veit það ekki ADR er svona eftir þá er þetta að gera taka upp hljóð eftir á eitthvað að upptökunum eða vifta í gangi eða vindvél eða eitthvað það er bíll sem að eyðilegu hljóð og laga dialógin þá talaði Róni sjálf á sig og ég með eitthvað að tala saman og ég segi hérna, það er Óskarinn var að koma upp eða eitthvað og ég segi, hey Denzel, where do you keep your Oscar? Hann horfður hann á mig right next to the other one sem þýttir náttúrulega fýblegið á 2 og ég sagði ekki það er mjög gott en hvernig er þú veist eins og með Denzel Washington og þú veist að þú sagði þegar hann setur hausinn undir sig þá er hann frábær en þú veist að þegar þú hugsa bara fyrir út með Idris Elba eða einhvern það þýðir ekkert að þú getur verið á autopilot og þú sért með stærstu stjörnur í heiminum alls ekki og ég vinn, sko núna ég var með Riz Ahmed og Mark Wahlberg og Riz Ahmed er nýbúin að vera tilnefndur fyrir Óskarsverðlauna ég var alltaf á þeim sko. Þú veist, það er líka leikarinn vill það skilur þetta er eins og þú veist þetta er svona
að núningurinn, það hérna, þú veist, og þetta ekki endilega einhver átökt að gera þetta vitlaust, pröfa þetta hérna, þú veist, þetta eins og færðinga sko hvatningu, eða þú færi ekkert, þú veist, það bara, ágætt takk, hvað ég að gera? Ég veit ekki, þú veist, að þú þarft þess að hérna, þessa snertingu en dans til þess að njóta þess sem þú ert að gera, þú veist, og það ekkert alltaf sem að þarf að vera eitthvað betra eitthvað, pröfum bara eitthvað annað, sjáum hvað það, þú veist, eitthvað leiðir og svo erum við að leita saman og að þú nærið þessu trausti, þá er það ótrúlega skemmtilegt og gefandi. Það er svo marga leiðir sem að túlka hluti. Mjög gott. Krónan, það eitt sem ég hefur að velta fyrir mig þegar ég að skanna og skunda hvort ég megi opna vöruna í búðinni sko, ef ég kannski með stráki með mér í búðinni, hvað veist þér það lefur? Má maður opna sér drikka eða mat sem maður er búin að borga, eða skilur mig? Hefur gert það? Ertu búin að skanna hann eða? Ég er búin að skanna hann, já þá má ég það kannski. Þú ert ekki búin að borga hann samt sko? Nei. Ég hef stundum lent á því líka bara leiti í pókan, eitthvað, þú veist, kíkja, ég kannski með eina vöru. Einmitt. Og bara skanna það, já, nei, ég ætla ekki að fella minn dóm í þessu máli. Nei. Það leifa samvinsku þinni að ráða þessu. Íslandssjóðir, þeir láta peningana einfallega vinna fyrir þig. Við höfum ekki verið nægilega duglegir að hvetja fólk bara til að kynna sér hlutina líka, bara Íslandssjóður.is. Þarna eru skuldabréfasjóðir, blandaðarsjóðir, hlutabréfasjóðir, eftir hvað þið, kæru hlustendur, eru tilbúin að taka mikla áhættu og svo minnum við þetta á reglulega sparnaðinn. Orka náttúrunnar. Sjálfbær orka og betri kjör fyrir heimilið þitt. Náttúru Íslands er það dýrmætasta sem við eigum. Orka náttúrunnar nýtir hugvit sitt til þess að beisla orku hennar og framleiða úr henni heitt vatn og rafmagn á ábyrgan hátt. Og eins og, sko, við megum ekki segja ykkur þetta, kæru hlustendur, en fyrstu vikun í september, það eru fréttir framöndan. Já, það eru stóru hlutir að gera til orku náttúrunnar. Spennibill. Ný virkjun, veit það ekki, kemur í ljós. Megum ekki segja ykkur það. Origo. Forskot í rekstri, öryggi, tækni, þjónustu, fjármálum, mannauðsmálum, viðskiptagreind, ég get haldið áfram í allan dag. Þeir eru bara með forskot í tækni. Þeir eru bara með forskot ef þú vilt gera eitthvað. Ef þú vilt gera eitthvað í kvikmyndagerð eða hvað sem það er. Origo getur 100% greiða þig. Já, ábyggilega sko, en svona ef þú ert í einhverjum hefðbundum rekstri og vilt innlega gerðverknindana í ríkari mæli, þá er alveg klárt mála að það myndi nýtast ykkur að hafa samband við Origo, spyrja hvað getið gert fyrir mig. Líklega eru þið með Business Central frá þeim, þannig að þetta vera hæg heimatökin, en þeir eru með svo miklu meira en það í sínu þjónustu framböði. Já, kynni ykkur málu Origo.is og kynni ykkur lausnindar að hafa svo samband við. Úr einu í allt annað, eitthvað sem hlustendur eru vel upplýstir ófærðin, góða, risastór, ekki bara á Íslandi heldur, þegar maður fór að ferðast út allan heim, þá fattaði maður bara, já, trapped, sem að maður hefði ekki hugmyndum. Talandi eitthvað verkefni sem kannski áttaður á því að þetta geti orðið, að þetta náttúrulega var risastórt í Íslandi, eins og maður kannski gerði mögulega ráð fyrir, en út í heimi. Sko, ég veit að vilja allir segja nei, ég gerði þetta aldrei í huga. Þetta aldrei í huga, þetta myndi ganga vel, eitthvað svona, vera hófær. Já. En ég var ekki þar. Nei. Ég ætla að gera fucking sjónvarpsseríu sem setur Ísland á kortið og þú veist, það var hugsunin. Þú veist, til að gera, þú veist, Danir eru búin að gera Forbreyðusen sem var Killing síðan og Brúna var gerð í Svíþjóð og ég segi, hvað er Ísland á þessari og ég held að Mýrin hafi verið svona byrjunin á film noir æðinu í kvikmyndum. Já. Það var búin lengi í bókmyndum. Þetta gerist alltaf undan stúlka með hvað heitir Girl with the Dragon Tattoo og allt þetta. Þetta er á undan því og hún vann velun út allan heim. Fólk átti þessi ekki á því að hún fekk geggjaða dóma. Ég maður einhvern með 94 eða 6% á Rotten Tomato og þú veist, og fórum og fór Telluride sem er bara flottasta hátíðin svona krem til að krem í Ameríku, þú veist og hún sem sagt er svona, þú veist, og hún er svona þá að því filmum var eiginlega bara í sjónvarpi skandinúar, þú veist, það var eiginlega bara í sjónvarpi, það var einhver sænski þætti sem gerður eftir einhverjum svona bókum, þetta var ekki komið svona almennt, en upp úr þessu, og ég er ekki að segja það eru bara þetta, en þetta er svona, svo fer bylgjan á stað og mér fannst Íslendingar hafa aldrei gert sjónvarp sem hafi náð einhvern veginn svona í gegn, úti. Þannig það var algjörlega hugsunin í þessu. Ég fekk franska sjónvarpið, ég fekk BBC og ég fekk ZDF með mér, alla með mér í þetta til að gera þetta og ég vildi hafa veður og karaktera, þú veist. Eitthvað sem að þegar þú flikkar í gegnum, þú rugglar þig ekki við hitt. Og það var ákveðna hugmyndir að Ólafur Darri væri kannski ekki rétta típan til þess að vera leading man, sérstaklega við þýskar svona
heimilis eða svona húsfrúr sem Já. vilja fá svona að þessi meira Björli Innur eða Hilmi Snæri eða eitthvað skilur hugmyndin og ég bara stóð nei, þetta er minn Andri hann, og ég vildi hann fjall og Ilmur álfur skilur, þetta er bara svona eitthvað sín, ég var alveg með þetta þetta var mjög sterkt og ég kom upp með þessa hugmynd þetta svona veður og lokast inni og ticking clock og svo unnu ég og Sigurðan Kjartarsson saman í þessu og fleiri handriðshöfundar og það bara mjög skemmtilegt skilur ferli en það var, ég miðaði hátt og ég lagði undir sem að maður á aldrei að gera sko, vel á annað 100 milljónir sko, eigin peningum í Já. þetta og sko það er bara máli með alla og það sem var svo sérstakt við þetta að allar þessi þættir sem ég er að tala eru gerðir af ríkissjónvarpsstöðvum og eru í eigu ríkissjónvarpsstöðva Ófærð er eina af þessum seríum sem í einkaeigu Já, bara sýndar bara sýnd á RÚV, þau keyptu bara sýningaréttina að henni það var, og það var allir skandarinn hvað er í gangi, hvernig fara það þessu þannig að ég bara hafði óbillandi trú á þessu Já. og þetta var bara, negla, ég auðvitað vissi ekki ég meina það, þegar að kom þetta vann besta sjónvarpsefni í Evrópu í Berlín og í örsku velunum þar og þegar ég fekk það var bara loka þættirnir þetta náttúrulega algjörlega sprakk út og það náttúrulega geggja ég kannski átti ekki von á því, skilur ég átti ekki von á að lögreglumenn í blöðunum að leysa morðgátuna og að hitaveitan hefði gefið út að það er ekki vastnotkun á meðan þættirnir voru ég kannski átti ekki von á þessu en og svo þá voru þetta að rúlla úti og það geggja þú ert alveg að glaður þó þú ætli þér einhvern árangur ennþá glaður en mögulega já, það er ekkert eitthvað að þú er alltaf að vera svo hissa yfir öllu en það er bara, já þetta er að taka skilur það er rosalega mikil að sjá eitthvað gera það og sjá það verða það er eiginlega enn meiri svona ánægja út af því Nei, mér finnst bara hart að leggja það svona mikið undir sjálfur Það er það En það er að veðja á sjálfan sig skilur, ég veðja ekki á neitt annað ég veðja á sjálfa mig og ég hef gert ekki um tíðina ég reyna að gera það skynsamlega en það er allavega eitthvað sem að þá getur þú líka bara þú getur ekki kent einhver öðrum að veðmálið tapast Nei. Sko, þú myndist á Rotten Tomatoes einhvernagjöfuna aðeins áður er þetta eitthvað sem þú spáir í Rotten Tomatoes og IMDb og annað? Já eða er bara allt grænt sem er vænt? Nei, það skiptir allt máli skilur það skiptir allt samantekt og það eru ég þetta er verið allt í ákvæðri kantinum svona sérstaklega í seinni tíð en þetta telur allt skilur þetta skiptir allt máli og auðvitað verður maður að gera sér grein fyrir að það er ákveðna tegundur af myndum sem að fá meira heldur en aðra þú getur ekki ætlast til að gera ákveðna mynd og halda að þú fáir allt upp í rjáfröð skilur og svo er náttúrulega IMDb sérstaklega er bara svona svolítið fanbase skilur þú sérði eitthvað mynd kannski sem er kannski ekkert mjög merkilega en það er rosa mikið svona boy fanbase þá er mjög há myndir sem konur hafa mikið áhuga að vera miklu læri skilur þannig þú verður að taka þessu með svona má fyrirvara skilur þetta er ekki það hefur til dæmis verið mjög mikið að svona bottum að ráðast á rasista dæmi skilur ef að þú ert með svart fólk í aðhlutverkum þá kemur fær ágjöf á þig og það er svona alveg já, hvað við segja slagsíða á þessu kannski Rotten Tomatoes síður af því það er náttúrulega aðalega byggt á svona einhvern gagnrýnenda en það er náttúrulega allur gangur á þessu stundum með getur þú verið með mjög hátt áriðaskora Rotten Tomatoes en látt á IMDb og þú skilur ekkert okkur það er engin svo býst er með hátt skilur en látt á ég skil ekkert okkur það er engin skýring Þetta er líka svo skoðan að myndand maður alltaf bara ákveður sjálfur hvort maður alltaf horfa á einhverja mynd út frá horfa alltaf á alla myndina þínar en maður finnur bara eitthvað random mynd þá er þetta fyrsta sem maður tekkar á sem er kannski synd en það er ákveðinleiti synd því þetta er svo mikið af góðu myndum sem eru ekkert endilega fara hátt af það og sumt sem mér finnst bara svona eitthvað ok, hvernig okkur kom þetta svona vel út
En það náttúrulega með allt, skilur, en maður verður samt, já, þetta bara hluti af þessu, en þetta kemur svolítið þegar ég byrjaði á þessu, og þetta eiginlega verst í kvikmyndunum, þetta ekki svona mikið í bókunum, eða það svona, það sem allt í einu, en það kannski jákaða við þetta að það samantekt en ekki einstakir, skilur við. New York Times gat eyðilagt þetta áður, það gerir það ekkert lengur. Ekki ef allir hinnur eru eitthvað annars það, skilur við. Þannig að það er svona, það er bæði kostur og gallar við þetta, en auðvitað verður þetta svolítið svona, hver eru 5 uppáhaldsbíómyndar, hver eru 5 uppáhaldslögin? Þetta verður allt svona svolítið einföldun á raunveruleikanum. Já. Við ætlum að fara okkur í aðeins annað, Reykjavík Studios, sko, þú byggðir eitt stærsta kvikmyndamer Evrópu á gömlu Haugasvæði í Gufunesinu. Hvernig kom hugmyndin til og akkur Gufunesi? Sko, ég held að kring 2000 sem var verið að ræða hana möguleika að opna stúdíó á Íslandi og borgin var eitthvað spáði þetta og Gufunesi kom sem möguleik til að skoða. Ég man ég labbaði inn í þessa smiðu og ég bara gleymi þessu. Þetta er allt og stórt. Skilur, það er ekkert point í þessu og það hefur verið gerð eitthvað könnun eftir að Flags of Fathers sem var sýnt hérna, var tekin hérna og að hvað var mikið þörf á stúdíói. Og það var cirka hálfu dagur á ári. Okay. Þú veist, þörfin. Þannig að það var ekki mikið vitið að gera þetta. En svo líftíminn og 2016 þá einhvern veginn þá dettur þetta í hausinn á mér aftur koma heim og gera eitthvað meira hérna og þá kom Gufunesi aftur í hugan og þá fer ég að tala við borgina og þá kemur svona stærri hugmynd að gera svona kvikmyndaþorp eiginlega og þá einhvern veginn þá var eins og sko veist maður stakkar í fötin sín einhvern veginn og þá allt í einu fannst mér Gufunesi bara eiginlega lítið og þá var til þess að ég tók skemman á móti líka á endanum þannig að þetta ævintýri svona vatt upp á sig og já, eiginlega varði eiginlega bara að þessu risa dæmi sem að ég veit ekki alveg endan á Sko, þið erum að byggja heilt þorp þarna með 900 íbúðum í kringum stúdíóið og þetta er kannski meira samfélagi vinnustöður eða hvað, þetta er svo stórt Já, og þetta byrjar náttúrulega með það átti ekki að vera en hús þarna. Nei. Skilur, átti ekki að vera en íbúðir. Og ég, fannst þetta gæti orðið eins og grandi, skilur, dött á kvöldin. Og engin fyrirtæki þarna og bara einhver iðnaður. Og svo grandi var allavega á þeim tíma. En þannig að ég lagði áherslu að þetta yrði samfélag og það yrði byggðar í íbúðir þarna. Skilur, og svo fer það í gegn og þetta er náttúrulega sem er pólitíka hlutinni hreyfast, allt í einu þörf fyrir meira íbúðum og þá allt í einu opna menn fyrir þetta og síðan fer ég fram á það til að styðja undir þetta þessa bygginga á þessu stúdíu þetta er náttúrulega feikilega mikil áhætta að fá að kaupa opsjóna lóðir hluta af lóðum sem síðan er samþykkt og ég ítti mjög hart á, ég sagði ég myndi ekki gera þetta nefnir fengið opsjónis lóðir en nota bene, þetta var ekki á skipulagi, það var ekki búið skipulegja svæðið, þannig að þetta var þú veist, og ég þurfti að reiða út 100 milljónir skilur við, til þess að greiða fyrir þetta ekki eigna heldur opsjónina sem þýðir ef þetta myndi ekki vera veruleika og ég myndi ekki geta komið svo koppið, þá myndi ég missa þessa peninga þarna veðjaði ég aftur á sjálfa mig og það voru 2 ár sem það tók mig að finna eitthvað til þess að koma í þetta verkefni með mig og það var bara með mér, það var bara vika eftir Já. Þegar ég fekk og ég var búin að gera alls konar plön og kaupa vinnu á fólki og það var búin að hlumfara mig og alls konar vesinn og það var bara komið á síðustu metrana og þá fekk ég spildu sem að bara hoppuð á vagnir með mér og úr því orðnar nokkur 100 íbúðir í dag og síðan var þetta bara eitthvað metið að einhverjum fastegnarsölum eitthvað og svo gefin einhver afsláttur og svo fór alltaf á hliðina að það var að gera mér eitthvað greiða. Fyrsta lagi var ég alltaf spyrtu við Sjálfstæðisflokkin fór í framboð fyrir Sjálfstæðisflokkin fyrir borgarstjórn það var ég mjög illa ekki maður þurfa illa stjórn en það var samfélkingin sem var við stjórn þannig að þetta var ekkert með slíkt að gera og ég hef aldrei verið
neinum hérna einhverjum húts með þeim eins og sagt er en þá kom þetta að það var eitthvað verið að gera mér eitthvað að greiða eða eitthvað slíkt en þetta bara, þú veist, þá bauðst öllum öðrum sem fengu síðan lóðir hana nákvæmlega sama verði og ég fekk þá þrátt fyrir að ég var að byggja stúdíó og þetta hefur hluta þeim díl sem ég alveg sáttu við bæði en bara svo á hreinu að ég fekk ekki að einhverju betri kjörum en aðrir og þú þurft að borga þetta að fullu verði sko. Já, með viku viku eftir, annars hefði þetta bara farið af því að ég var alveg komin á síðustu metrana með að ná þessu Spildu toppmenn annars sem Gísli en hérna, þú hefur sagt að íslensk kvikmyndagerð geti hæglega velt 100 milljörðum króna á ári og orðið eina af stoðum hagkerfisins sko, hvað þarf til svo að það gangi eftir? Sko, það náttúrulega ýmislegt sem að það, sko, stjórnvöld hafa gert alveg vel við okkur með þessi 35% og ég ekkert endilega samfærum að það þurfa að aukast eins og búið við verulega óstöðu efnahagsumhverfi með gjaldmiðil sem er virkilega erfiður fyrir kvikmyndagerðina og það hefur reynst okkur mjög þungt og síðustu ár núna hafa verið skelfileg. Já. Það er búið að vera nánast dauði í þessum bransa og það einhvern veginn á sama tíma þá hefur kvikmyndasjóður einhvern veginn og það kannski má kenna stjórnvöldum eitthvað leitt það hefur ekki vaxið að dafna eins og nætt að gera en það hafa bara ekki verið mjög mikið verkefnum að koma til landsins vegna þess að krónan hefur verið sterk og þá eyðist þessi afsláttur út og Ísland er náttúrulega dýrt land í grunninn þannig að það er fljótt að koma svona fljótlega komin á það stað þetta er ekki fjárhagslega að ganga upp þannig að það þarf mjög sterka ástæðu til að koma til landsins það er í raun og veru það sem hefur staðið okkur fyrir þrifum upp á síkastið Sko, allir þessi þættir sko, True Detective, Northman, King and Conqueror og bara fengum núna stólu úr mér 11, hvað heitir hún? Stranger Things, tekið upp endalókin og fleira endalust hversu mikilvægt forsenda til að laða svona stórverkefni er að vera með svona flott kvikmyndaver bara eins og þú ert búin að reisa það er mikið og það til dæmis hefði ekki gengið með True Detective 100% ekki að fá þá hefði ekki verið þessi aðstæða en það er sko landslægið er eitt því það er mjög einstakt stúdíón eru fjárhagslegs eðlis það er algjörlega fjárhagsleg ákvörðun hvort að það sé tekið í stúdíó eða ekki og það hefur ekkert eitthvað tilfinningalegt eðli eða þú veist, það er bara umhverfið, ekonomían þannig að það borgir sig fyrir myndina að gera þetta og það hefur því miður ekki verið þannig síðustu misserinn þannig að ef þú veist, þetta á að lifa af og ég trúi þess alveg og þetta var ekki ég sem kom upp með þess þetta var Sigurður Ingi sem sagði þetta 100 milljarðir og ég sagði loksins segir þetta eitthvað sem er ekki við að segja þetta og við höfum farið 40-50 milljarðir held ég á einhver árin þannig er ekki eitthvað fjárstæðukent en auðvitað er þetta bara með allar atvinnugreinar það þarf að sinna þessu og það þarf að hafa framtíðar sín til þess að gangi upp og ég veit að Ísland ekki rosalega vænt fiskisín en það er fleira í gangi í þessu samfélagi heldur en bara fiskur og það er einhvern veginn það er svona gleymistundum finnst mér þú veist, eins og núna í þessari umræðu sem er búin að vera í gangi allir hinur atvinnuvegarnir það er eins og það sé bara það sem skiptir máli fyrir þjóðina og það er svo margir möguleikar og það er raun og veru ekki stakka meira en þetta en það verður að vilja fyrir því og það gerist ekki sjálfu sér frekar nokkuð annað og það er kannski og það er góða við þetta að því við höfum verið í álverum og höfum í alls konar hlutum það er engin mengun af þessu og ég gleymi ekki þegar Flaxá og Faðis var gerð og það kom frétt í fjölmiðlum að það hefði fundist einn kóktappi á Suðurlandi eða Suðurnesjum sem maður voru ekki alveg vissi hvort það Clint Eastwood ætti en það var eina mengunin sem gáttu hugsanlega rakið til hans skilur við og það er beauty við kvikmyndagerð sérstaklega græna kvikmyndagerð vegna þess að það er bara byggt og búið til og svo bara gengið frá og það er bara risa ekonomi í kringum þetta
Já. og það er ekki verið að eyðileggja neitt og það er ekki verið að það er ekki verið að grafa inn að skuði sem er ekki að fylla aftur upp í og veist, þetta er bara svona eiginlega fullkomin niðurnaður á því leiti og afurinn er bara linkur. Já, en líka bara öll þessi þekking sko, kannski verður aldrei þannig eins og með Hollywood-verkefni að þú ert með Second AD og AD2 og það er bara, þú getur ekki ímyndaðir magni af fólki sem að þarf að stangast í umstanginu sko og svo er bara megnið að því flutti einhvern veginn frá Hollywood þetta besta fólki en ef þessi þekking geti orðið til hér á hæsta kalibri? Hún er að verða til og það er bara málið, að því við erum tæknilega svo framalega. Hollywood er tæknilega aftarlega. Okay. Út af Unionum og öðru. Þá eru þeir, Skandinavía er sko mjög tæknilega svona framalega í kvikmyndagerð og make-upi og alls konar hlutum. Þetta er frábæri hlutir þarna úti líka. En það er ekkert, það eina það þarf bara verkefnin, þú veist, og tækifærin. Þá kemur þetta, og það er svo mikið. Það er ekki svo stjórnmálamaður sem er ekki spurt hvort það geti ekki retta barninu þeirra vinnu eða eitthvað, það er bara að það langar öllum að vera með í þessu, eða svo flest öllum, það er rosalega þannig að alltaf, ok, viljum við gera eitthvað sem að fólki langar að vinna við eða fólki langar ekki að koma nálægt, skilur við. Þá kannski komum við á því, þegar þetta tekið upp, þá voru örfáir dagar í stóra daginn, 29. ágúst. Ég ætlum svona að tala alltaf bara kvikmyndaframleiðslu sem við erum búin að gera, en þetta er í deiklunni og Balti er alltaf bara með risa rekstur á Íslandi, sem við erum að fara yfir. Hvernig horfur þetta við þér, þessi atkvæðagreiðsla núna á laugardaginn? Já, það horfur bara við mér að ég vona að okkur beri gæfa til þess að fara inn í þetta og skoða þetta. Já. Ég hef unnið mjög mikið í Bretlandi og það er mjög slæmt hvað gerðist og hlutin hefur farið verulega aftur og það er ekki einn maður í bransanum sem ég tala við sem er fylgjandi Brexit. Þetta er alþjóðlegu bransi og það myndi gera okkur feikilega mikið gagn að losna við krónuna. Ég veit ekki hvaða íslensk kvikmyndagerðarmaður myndi sjá eftir krónunni. Það getur verið að segja ykkur, en hann verður þá að spíka upp því að ég hef ekki hitt hann. Nei. Þetta sveifla stundum 10% í projekti sem þú gera samning allir er búin að minna þess að 10% af budgetinu þínu, skilur. Og það er eins og þú lendir alltaf á verri endanum á þeirri spýtu, það er alveg merkilegt. En þú veist, þannig að þetta kemur, en svo er líka bara hitt, ég sem bara manneskja, skilur við, og sem fylgist með samfélaginu mín og börn sem er að kaupa sér íbúðir og annað. Þú veist, ég veit ekki, það kom eitthvað lán með húsi sem ég keypti einhvern mann og ég man ekki á 50 milljóna lán eða eitthvað sem að fylgdi húsinu og ég bara var ekkert, hef þetta bara, eitthvað er ekkert að borga þetta upp og alltaf bara leiðu svo að, ég held að það sé komið í 60 milljónir núna. Já, leiður þið mallaðis. Já, ég leiði það saman alla, ég bara hvað er að gera því, ég hef bara að borga allavega 12 eða 15 milljónar af því, skilur við. Þannig að, og fyrir manni sem mig kannski breytir það ekki upp á líf og dauða, en fyrir fólk í þeirra aðstöðu, þetta hryllingur. Ég var í grátandi heima á mér ef ég var í þessar aðstöðu. Og ég held að það, auðvitað er alveg rétt að það leysist ekki allt í svipan. En það er engin spurning að það eru nógu margir jákvæði vinklar á þessu til þess að skoða þetta alvarlega. Og ég persónlega, þú veist, hef ég ekkert á móti fiskveiðum eða slíku. En mér finnst þetta oft mjög þröngt. Og það sé, raun og verið, það sé eina sem skiptir máli er hvort að það sé að tryggja það eða ekki. Ég segi bara, þú veist, skoðum bara samningana. Hvað kemur út úr þessu? Ef meira jákvætt en neikvætt, þá bara þarf að skoða það. Veist, og fyrir þetta menn að segja, það er allt svo frábært í það núna. Já, það er best að fara í samninga þegar fyrirtækið stendur vel. Þú veist, ekki þegar allt er niður í því. Þá ert í vondri samningsstöðu. Þú ert í góðri samningsstöðu ef það gengur allt svona vel. En ég skil ekki alveg það heldur, en það er ekki alveg eins og það gangi allt svo rosalega vel hérna. Það er frekar erfitt í rekstri og fólk er með að kaupa íbúðir og ná endur saman, þannig að þú er engin hagfræðingur en þú veist, mér finnst þetta náttúrulega mjög ýkt umræða á þetta leiti. Svo finnst mjög erfitt að meðtaka áróður og sérstaklega þegar hann er orðin svona harður sem er fjármagnar aðilum sem að gera síðan upp í evrum. Það finnst mér mjög erfitt, skilur. Það er mjög, og með stundu, ég var að hugsa þetta
daginn og mjög svona þetta er svona fólk sem kýst Trump. Ég veit ekki okkur, mér finnst það svolítið fólk sem að heldur hann þegar að fara að gera gott fyrir því, skilurðu. Og svo kemur ljósnáttur að það er bara alls ekki þannig. Okkur skildi menn halda þessi fyrirtæki sem að, eins og það, gera upp í evrum, sé svona andum fólk hérna á Íslandi. Okkur það að berja svona mikið fyrir þessu? Okkur það að setja mikið fjármagn í hann andáróður eða má segja sem slíkt, skilurðu. Okkur, hver þú veist, ef þú horfir á það því þið svo andum fólki sem að kaupa sér íbúðir eða hinn almenna borgara eða eitthvað önnur ástæða fyrir því. Ég sé ekki að Spánverjar eða Frakkar hafi mist identity sitt við að ganga inn í Evrópubandalagið. Alls ekki. Ég held að ég náttúrulega bjó hérna og vann og ferðaðist 1980 og þegar allt var lokað og komst ekki á milli landanum með vísa og ég held að ungt fólk sem að bjóða þetta, það er ekki hugmyndum hvað að bjóða þetta komist í skóla og það hefur gerst svolítið í Englandi eftir Brexit og það farið aftur í þennan tíma. Þessi heimur sem er opinn og opinn viðskipti er svo miklu skemmtilegri og gjöfulli fyrir sérstaklega fólk sem kemur frá svona litlu landi. Auðvitað höfum aðganga mörgu að þessu gennum samningarna sem við höfum en ég held að taka fullt skrefin í þetta væri gæfið skref fyrir Ísland. Ég trúi því innilega. Og það er ekkert bara því ég er að hugsa minn hag. Minn hagur er svo víða, skilur. Ég náttúrulega fæ mest greitt frá Bandaríkjunum í dag. En ég er miklu hrifnari af Evrópu. Já. Þú veist, ég er og náttúrulega þetta svona óstöðu og ástand sem það hljóta allir af áhyggjur af að það er ekki mikið að koma upp á það var allt á hliðina, sko. Þannig að þá held ég að okkur sé nú betur borgið í bandalagi við þjóðir sem að hugsa líkar okkur. Það er mín einfald trú. Ég ætlaði nú aldrei ég ætlaði ekki að blanda mér innan slaga, nú fæ ég að dröllu hálskefluna yfir mig en maður verður stundum að tala frá hjartanu. Þetta er bara mín einlæga skoðun og hefur verið það tölugan tíma og þá er ég ekkert að segja ég sé tilbúin að gefa öll fiskveiðiréttindi frá okkur. Ég er bara að segja nálgumst þetta bara skynsemi og sjáum hvernig er þetta semja þetta. Þetta er ekkert upp á líf og döð. Þú veist, hvað er 6% af þjóðskútunni eru fiskurinn, sjávarútvegurinn. Þetta snýst ekki allt þetta, sko. Nei. Payday stjórnaði rekstrinum á einum stað. Payday er öflugt kerfi sem saminar reikningagerð, launagreiðslur og bókhald í eina skilvirka lausn. Eins og ég nefni að vera með reikningan á einum stað, geta sent inn reikninga, launagreiðslur, bókhald. Þetta er ekki mismunandi kerfum, þetta er allt í sama kerfinu og þetta kostar klink á mánuði. Þetta eru nokkri pakkar þarna. Fyrir flesta sem er að hlusta þá eru ættu ódýrustu pakkarnir að duga. Fyrir lítil og meðalstór fyrirtæki þau eru kannski fyrir aðeins hærra. Dýrustu pakkarnir eða meiri líka grín, sko. Þetta er bara klink með við valjúið. Payday. Giggo er app til að redda alls konar verkefnum. Þarftu aðstoð við bókhaldið, flutninga eða viðhald, náði appið og gagt í verkið, póstaði smáauglýsingu eða leitaði upp í næsta gig. Ég get lofað því, það eru þetta nokkur giggarna úti. Ég hef talað sorpuferðirnar, aðstoð við bókhald, veislustjórn. Það sé þið þurfi bara að vanda valið hvaða giggar það veljið, sko. Já, og svo ég er alltaf gaman að hvort maður er meira í að bóka giggara eða vera giggari. Og þú ert nú lúksuskall, sko. Já, ég er ekki mikil giggari sjálfur. Ég er kannski meiri giggari þó ég sé nú ekki sérlega handlægin. Það var svona meiri mínu eðliga. Það er kannski það góða við stjörningjöfuna, þú myndir ekki vera lengi að ná Giggo. Elko, æðislegur Galaxy A27 mættur 6,7 tómu skjár og sko, verðið á honum er nú bara hvað grín, alvöru gervigrindar tól í honum. Þetta er svona varavikunum hjá okkur hjá Elko. Já, það er svona alvöru gervigrindar tól í honum. Það er nefnilega það. Og alltaf 2 dagar afhlöðending, takk. Eitthvað fyrir þau segja? Nei, kannski eitt bara að því að við mikið verið að tala Ég veit ekki hvað þið standi í þessu bæðu. Nei, það er bara gott. Við reynum að vera óháðir í okkar umfjöllum svona almennt, en sko regluverki sem hefur fylgt ESB og mikið talað að það sko sé sligandi og hafi sligandi áhrif á atvinnulífi. Er það eitthvað sem að þú fundið fyrir í þínu starfsemi? Nei, alls ekki og við vinnum miklu leyti innan þessar reglugerðar. Þannig að þú veist þess að 35% er að stóru hluta er út af eftir samningnum þá er þetta hlutir sem að
ég meina, þú veist, við fáum að fara í biðröðunar á flugvöllunum sem er ESB-biðröðunar, skilu, þetta er ekki, þú veist, og eins og fólk er bent á, það er ekki að útsýma það að það verður alltaf til, skilu. Þannig að ég held að, jú, það er alveg, en ég veit ekki okkur við höldum að við, þú veist, að það sé að laga þessi vandamál sem er ekki verið að laga áratugum. Ég bara man eftir þessu óða verðbólgu þegar ég var krakki, þegar þetta gengisfella krónuna og þetta er búið að vera endalega svona. Verðbólga hefur aldrei verið, nema kannski bara einhver 1 ár eða 2 í lagi á Íslandi. Þannig að, já, ég veit ekki okkur, þú veist, að við verðum bara að laga þessi vandamál sjálfur. Það er full reynd. Og það er, þú veist, það er náttúrulega skelfilegt að vera með örmynt sem menn getur að leika sér að, þú veist, þetta er bara, þú veist, einhver er að veðja gegn þessu eða hvað er að geta haft áhrif á þetta, sko. En það er líka, það er annað og það eru ákveðnu aðilar sem alltaf hagnast á krónunni. Það er alveg hreinu. Þú veist, það er ekki almenningur. Það eru aðilar sem hafa alltaf verið réttu megin við þau veðmál. Já. En bara gott að spyrja þig út í þetta. Við erum alltaf búin að fá Hilmar í CCP, Svein Sölva frá Össur eða Embla Medical, sko, að þegar við erum að tala um meira erlenda fjárfestingu einhvern lands. En svo segir, þegar þú ert að fundi með erlendi fjárfestum og þú ert að segja frá kostum og göllum íslensku krónunar og þá kannski eru ekki alltaf spenntir. Nei, þeir eru það ekki, alls ekki. Þetta er náttúrulega mjög mikill svona óvissu þáttur og það er líka ákveðin óvissu þætti sem verða til þess að, sko, það er erfitt að fá lán úr evrópskum bönkum til þess að gera pródúsunir og þú veist, það er, krónan er okkur fjötur fót. Það er ekkit flóknar. Og mitt identity er ekki bundi við þoskinn aftan á krónunni eða hvað það er, skilur. Þess, það er bara, það er ekki þannig, skilur. Og ég held að þau lönd sem hafa farið yfir þetta, auðvitað fullt af challenges, en það er nú einhver ástæða fyrir að flestir hafa ekki farið út úr þessu bandalagi. Eða reynda einu sinni. Þannig að það lítur að vera einhver ástæða fyrir því. Já, það lítur einhver ástæða fyrir því, það er góða punktur. Til að slúta þessu, ég ætla aðeins að spyrja út í snertingu og svo ætla ég bara að fara rittarspurningar sem verður aðsenda spurningar. Það voru margar, þannig ég ætlum að gefa leif góða tíma þær. Snerting, ég ætla að byrja að hrósa náttúrulega frábær mynd, bara ein besta mynd sem ég hef séð lengi. Eða bara leiður okkur aðeins í gegnum þetta ferli, ég menna þarna frumsýnd í Hiroshima og þetta var líklega ekkit sérstaklega leiðilegt. Nei, það var gaman að spyrja því, því að það var ekkit mikið fjallað um þetta var mjög merkilegt, því að á þessum tíma, ég lesa bók eftir Óla og það líður bara árið eitthvað, þá er ég bara komin í framleiðslu á þessu. Já. Og ég er bara algjörlega hugfanginn af þessari sögu og mér fannst bókin frábær hjá honum og svo þetta unnum við saman og breyttum því sem okkur þurfti að breyta. Þegar myndin er gefin út á mjög svipuðum tíma þá eru híkabúsur, samtök híkabúsa fá friðarverðlaun Nóbels. Það er enginn sem fjallar um þetta. Nei. Og það er íslensk bíómynd og þeir sýndu þetta í Noregi í myndina. Og ég hitti konuna sem tók á móti Nóbelsverðlaunum í Hiroshima. Þeir sýndi myndina. Og hún gat ekki elska myndina meira. Hún bað um að fá að sýna hana í Noregi við afhendinguna. Og ég get sagt ykkur það og það bara fór þetta eitthvað en ekki það var eitthvað, þú veist, gugga á gúmbátnum eða eitthvað sem að vera að ferða þá vikuna eitthvað, skilur við. Eða verðbólguna. Já, verðbólguna eitthvað, þú veist, það var bara eitthvað sem var meira spennandi. En en sko, að fara til Hiroshima, það var rosalega, ég var þá byrjaði að vinna í Ástralíu, flög frá Ástralíu til Japans, fyrir hana og sest út í sal, og það eru 400-500 manns í Hiroshima og meirhlutin af þeim fólk sem lenti í þessu. Ég bara, hvað er búin að koma mér út í? Þú veist, þú ert með íslenska bíómynd viðkvæmasta mál í japanskri sögu og þú ert að fjalla það. Ég bara, allt í einu bara svona, ég veist, þetta getur, og þetta er svona mál sem að Japanir er mjög erfið með að tala um sín vandamál. Þeir eru ekkert svona eins og, þú veist, það er ekki svona open mic bara. Þeir eru bæltir. Þeir eru mjög bæltir og það er ákveðin hluti sem við ekki tala um. Og svo fer ég gegnum þetta og það er alveg kurteisislegt, þú veist, bara
samtalið við áhorfendur eftir, ég sitt þarna fyrir svörum og með einhverjum túlki og svo fer ég baksvist, þá bara sko tugir af gömlum konum hágrátandi að koma til mín bara þetta er sagan mín og bara ég það var svo out of body að því ég hafi einhvern veginn alltaf vita Hiroshima og þessu hryllingu skilur en ég hafa aldrei einhvern veginn ég ætti eftir einhvern veginn að tengjast þessu öllu og segja sögum þetta og það merkilega myndin fekk náttúrulega frábæra dómundum allan heim en besta dómundin var í Japan Já. Það var bara 100% það var ekki neitt ég fæði svona yfirlit yfir þetta allt saman það var bara allt jákvæmt skilur og þeir elskuðu það var svo gaman þeir elskuðu að þetta er sagt í gegnum ástasögu Þetta hefði getað backfire rosalega Oppenheimer gerði það Já. og stúdíóið, Universal sem á fókus sem dreifðinni dreifðu Oppenheimer þau frestuðu, þess að var þetta svona seint þau frestuðu sýningunni í Japan og frestuðu líka þess að það var eitthvað klúðu með festivalsýningar á hann og svona þau vildi ekki sýna hana að því að voru svo stressaðir út á Oppenheimer að því að Oppenheimer var svo stór peningamind fyrir þá svo var Oppenheimer sýnd þau voru að finna það var erfið hún fekk svona eitthvað á sig en þetta var ekkert mikið drama og svo bara vildu bíða lengi bara að því að það er ekki ofgera þessu þeir voru frá taugum yfir þessu ég átti mörg símtölu við Universal út af snertingu, út af Oppenheimer þetta er bara litla frænka skilurðu, sem að bara svona kvíslar í eyrað á þér meðan Oppenheimer þú veist hún kvíslaði söguna en hún er alltaf hinn hliðin á sömu sögunni skilurðu, hún er fólkið sem lendi í þessu og afleiðingarnar meðan Oppenheimer manni sem bjóð til sprengina skilurðu og þannig sé alveg svona fallega svona counter skilurðu þú veist Oppenheimer og þú sem starfi alltaf en það var þetta svona counter sagan þetta er bara venlega fólkið og litla sagan skilurðu og þetta var bara æðislegt það var æðislegt verkefni að gera það var, þú veist vera stattur í sko í Japan að láta eitthvað feðgin rífast á japansku 1960 var ég bara, hvað er ég að gera? Var settið í, þessi veitingastafinu, var það í Japan eða? Nei, það var í sett í stúdíunum mér Já, auðvitað fluttum inn, sko, japanska sendi var að vinna með okkur í þessu og ég lagði rosalega vinnu í að gera þetta eins rétt og mikil virðing og hægt væri á þess að gefa einhvern afslátt skilur á söguna en þú veist, kultúrlega og það var rétt farið með þetta og voru með japansk fólk sem var að vinna með okkur allar tíma þegar á sama tíma og ég er að gera þetta kemur þessi sýning í óperunni það sem alltaf var vitlaust einmitt af því að þau voru með vitlaust sem Laufey gerði þetta og sendur fleiri Já, það var bara út af því að það var, bænum voru ekki að vanda sig skilur í svona kultúrali skilur og það var bara svona í miðri, við vorum þá fullir vinnu þá vorum við bara með, þú veist, vorum með tugi Japana og þú veist, sem við fluttum sko inn til þess að vinna með okkur og gera þetta og þetta er bara alveg geggjað og það er mjög athyglisvert á saman tíma, hún fór náttúrulega, hún var shortið fyrir óskaðin, hún var svo nálægt í að komast inn sko það var munið sko ég vissi að hún var alveg það var bara spáinni mjög víða inni sko svo kom einhver teikni með einhvern kött eitthvað frá Lettlandi og mig á þetta og en sko það var alveg mjög aðrið á sama tíma eða það var mynd þessi Jacques Odard sem mann ekki allir hvað hann heitir hún var transvestite í Mexiko sem var glæpamaður, munið ekki eftir söngleikur hvað hét hún? Hún var tilnefnd sko til 13 Óskarsverðlauna eitthvað Já, leifukemstæðin Já, þetta var alveg það er transa sem er mafjósi El lugar sin límites The place without limits Nei Svo ég með þetta hérna Hvað erum við með? Emily Perez Já, nákvæmlega akkurat Það sem að hún bara vinnur allt og bara fara allt og svo er hún sýnd í Suður-Ameríku að því hún gerist í Suður-Ameríku og hún bara það bara, hún er með 1, eitthvað í Mexiko og Japan og IMDb sko, ég ekki að finna að því að hún er svo authentic en all elitan í Evrópu
hélt að væri svo rosalega flott og Já. hún tekin í Fraklandi og gerist í Mexíkó. Það er allir með vitlausan hreim og tungumálið vitlaust og það er aðveist. Það var, Suður Ameríka var brjáluð. Netflix keypti hana í Cannes, skilurðu, og þeir sem sagt voru greinilega búin að testa hana eitthvað í Suður Ameríku og voru búin að fatta þetta. Þannig þau frestuðu fram yfir tilnefningarnar að sýna hana í release-inni. Fekk hún að þessar tilnefningar en svo vann hún eiginlega ekki neitt sko eftir hún kom í Suður Ameríku. En þetta var svona andhverfan, skilurðu. Það sem að þú veist, fólk var ekki að vanda sig við að gera hlutina authentically sko. Já. Bara örstuð, Egill Ólafsson, hvað sem ekki snillingur er það? Hann er frábær. Það var rosalega gaman að vinna þetta með honum. Hann var alltaf sjarma búnt og mikill öðlingur og auðvitað var hann á erfiðum stað. Skilst hann sé betri í dag. Já, frábært þeirra. Hann sé, sko, hafi fengið betri lyf og einhvern veginn, ég reyndar ekki að tala við hann svona tíma, þannig ég veit ekki, en ég heyrði það og var mjög gott að heyra. En þetta var náttúrulega, þú veist, eitthvað svona, þú veist, hann með þennan sjúkdóma að leika hennar mann sem var einhvern veginn að missa það og þetta var og hann var ótrúlega harkan í honum og svo bara eins og flottur humoristi kallinn, jafnvel og svona framþungur þá það var samt alltaf listamaðurinn og glottið alltaf til staðar, alveg stórkostlegun á ekki. Já. Og höfum aldrei unnið saman áður. Nei, einmitt. Þú veist, og ekki leikhúsinu neins staðar. Maður verður hvernig dettur í huga að fá Egill Ólafsson. Þetta er góð spurning. Að því að, sko, það var eitthvað samt við pappa. Pappi var svona sjarmatröll, alltaf svona einfallega klæddur og konur var svo hrifnar af honum og svona fór ekkert mikið fyrir hún beint. Ég var einhvern veginn að leita svona einhverjum svona glæsilega fáaða eldri manni sem að alla konur verða ástfagnar af, sko, þú veist, á þess að hann gerir neitt og bæði stelpur og konur, einhvern veginn svona, þetta er að því hann það er eitthvað svona, en líka svona kallmennska, skilur við og mér fannst eitthvað flott að því að hann gat verið svolítið mikill hani, hann eiginlega kann það, þú veist og syngjaði stundum og svona en það var svona það er bakvið það núna var bara svona, en samt í staðar, skiljiði, það var eitthvað svoleiðis, ég var bara eitthvað, það var engin að tala um það þegar ég var að hugsa hver er réttur í þetta, skiljiði. Nei. Og þá kom þetta einhvern veginn og svo var þetta bara að lesa fyrir mig og bara. Hann var klár strax? Já, fyrir mér bara, þú veist. Já, en var hann til í þetta strax? Já, en hann sagði mig þetta, ég vissi ekki að hann var veikur, sko. Já. En ég hafði unnið með honum, ég var með honum í Ófærð, hann lék smá hlutverk í Ófærð 3 held ég. Já. Sem köllítirinn þetta. Alveg rétt, já. Og þá man ég eftir að hann var, orkanans var orðin allt öðru, ég vissi ekki að hann væri, ég held að hann bara var einn full eldri, skilur við. Það var svo flott, sko, það var svona kyrr og flottur. En þannig að þetta var bara svona, en ég vinn svolítið svona, því ég leita á einhverju svona instinkti, svo fylgi ég því bara. Ef ég trúi á það, þá er það bara, þú veist. Já, þá erum við komin að loka liðnum sem eru riddarspurningarnar. Ég ætla að vera að taka þess. Sem eru riddarspurningarnar, það eru aðsend frá hlustendum. Já, ok. Svo við erum ekki komin á Kötlu í Netflix-seríun og hún er alltaf geðveik líka, GTRN glæsileg henni. Já, það er að kasta hana. Já, það er bara sama. Ég hef bara eitthvað, hún fór ekki hann pröfur og mér fannst bara einhver fáun sem að ég fann ekki hjá, kannski aðeins mikið hjá öðru stelpur sem ég var að skoða. Eitthvað svona, þetta er svo franska leikunni getur verið. Það er eitthvað svona falleg en ekkert eitthvað svona, þetta er módelfalleg en svona það er eitthvað fáað og svona, og opbúðslega áreynslulaust. Og það var það sem ég reyfst það með henni og það er svona integrity í því. Og það var ógeðslega gaman, það var rosa mikið fólki í Malasíu að tala um Kötlu. Ok. Það var svona statist þar í grúni á mér, ég veit ekki hvort það að því að vissu að ég var leitað eitthvað sem ég gerð, en það var meira sko, að því að Apex það er risastóri, en það var svo margir að koma til minn, I loved Katla og ég bara, hvað er þetta, candid camera, hvað er komið að gera? Þannig að ef í það, sko, hún er átt sér svona greinilega langt líf, sko. Já, gott stöf, en Magnús Viðar rýr á vaðið í riddarspurningunum og spyr, er á planu að gera big scale production á einhverjum af Íslendingasögunum, Njálssaga, Egilssaga? Ég væri svo mikið til í það. En það er náttúrulega svo erfitt að gera það og gera það ekki á ensku. Og þá er alltaf svo reiðir. Já, einmitt.
þú veist, það er trikki, sko, það er, þú veist, eins og Ódysseus kveða, hún var ekki á grísku, sko, Nei. og það, þú veist, er mjög erfitt að komast upp með að gera mynd sem til að búa til hana heim, þá þarf það að vera með ansi stórt, stóra markað. En það er ekkit útilokað, skilur við. Það er ekkit dagskrá eins og en ég ætlaði náttúrulega, ég var lengi með Njálu og það var síðan að víkingamynd sem að ég var svona blanda af Njálu og öðru og það er líka mjög erfitt, sko, svona Egilsaga hefur svolítið að leita á mig í sendið. Það er svo erfitt, það er svo flóknar oft þessar sögur og svo er það svo, hafa þær í svo miklum, það er svo elskaðar, það getur ekki breytt. Svo Njálsaga er bara þrískipt. Veist, það er bara, dettur, hún er svo episodisk og það er svo mikið að sápa. Þá er kannski betra að gera bara 8 seríur úr henni eitthvað, en samt, þú veist, það bara búið með 1/3 og bara skiptur allt kastið, skilur við. Já. Þú veist. Þetta er þetta frábært punkt, maður er aldrei pælt í því, sko, en þú veist, svona Torrek er ekki alveg sexy, bara Father's Harm, eða þetta verður tungumálega svo stór partur af það er bara, það getur verið farið ákveðin sjarmi, skilur við. Þú þarf að finna það mjög skýra afstöðu og ástæðu til að gera þetta. Og okkur gera það ekki bara eitthvað annað, skilur við. Okkur þetta að taka þennan litteratúra. Því það er ekkert eins og að fólk fara að frúast í bíó og þú veist, Egil Skallagrímsson. Þú veist. En við verðum að vera heiðarlega þá okkur líklega ekki. Nei, það er svo ég maður mennu alltaf hvað heit hann, Einar Ben, það menn alltaf að gera bíómynd hana þegar hann seldi Norðurljósin sem bara öll samfélag fyllibittu sem að seldi samtíð ljóð og seldi eitthvað skilur við. Þú veist að þetta er ekkert svona uník, hann er frábær fyrir það sem hann gerði ábyggilega, en hann er ekki uník á heimsvísu eins og er á Íslandi. Það er sem fólk fattar ekki á, skilur við. Ég byrði, sko, ef þú gerir einhvern tímann Njálssögu að fá þá Guðna Ágústsson í eitthvað hlutverk, hann kom til okkur það uník karakter, sko. Já. Hann er hárið bara á heimildum, já, er það málið? Já, hann er ekki mikið inn í ekki verið ekki óvart, ekki neitt. Hver er besti liðsfélagin í næsta og hver er erfiðastur á æfingum, spyr Sigrún Heiðar. Ég mætti nú eiginlega aldrei á æfingar en nú er ég að segja, sko, ég man ekki nöfnin nóg vel, það er svolítið langt síðan en það voru nokkuð mjög góði drengir þarna. Eitt sem síðar lenti í slysi og lamaðist en ég nú bara þetta er langt síðan en ef hann heyrir þetta þá var hann frábær fótboltamaður og góður drengur. Baldvin Haraldsson spyr hver sá sem þið eru alltaf langað að vinna með og af hverju er það Aston Kutcher? Það er ekki Aston Kutcher. Ég með bóðist á nokkru sinnum. Það hefur ekki verið hann ábyggilega, ég dansaði við konans fyrrverandi einhvern tímann í partí. Mílu? Nei. Demi Moore, já. Hann var mjög abbo það var ekki að fíla það ég var eitthvað snúinni og Christian Bale hefur mér lengi langað að vinna með minnst hann aðeinslegur og ég var næstu búin að ráða hann í Everest hann var eiginlega búin að segja já og svo þetta er einhverju deilu við framleiðandan og það gekk ekki upp en við hittumst nokkur sinnum og mér ótrúlega gaman að spjalla af hann sko. Sagði mér frá séttvitt sem hann tók hann fræga ég fekk alla insightið á þau sko. og Kate Blanchett og það er nú saman hana ég var komið með verkefni með henni sem að Ridley Scott reyði okkur saman í að gera en það varð ekki úr því hjá Fox Studios. Mér fyndi þegar sami executive sem er búin að bjóða 2 myndir hjá Netflix sem var með þá mynd þá, skilur við. Þetta er svona. Ein spurning, ég veit að við erum að síðan setna þetta en hversu oft er það þannig að því að maður var að googla og undirbúa fyrir þáttin að stundum með bara Balt er að fara að gera mynd hérna með Jason Statham og svo bara googla maður og gerist ekkert. Er það oft sem að þú byrjar einhverju vinnu og svo bara, það verður ekki mynd? Eða... Nei, það var ekki þannig. Ég hætti við og fór og gerði myndina með... Ég bara tala almennt líka. Já, það er stundum þannig. Það er svo mikið af verkefni sem er aldrei tilkynnt sem ég er að vinna í, skilur, sem að, þú veist, og þá er kannski bara eitthvað svona að tala um handrit, ræða eitthvað hugmyndir, skilur, og það er sem með Jason Statham myndina og Jason var nú ekki mjög ánægður með það að ég hætti,
Hvernig þú að fá hann á móti þér? Hann actually mjög nækkaður, hann hringdi mig, ég var í hesthúsinu einhvern tímann og hann var bara að fíla í dællur og hann er búin að beða mig að gera aðra mynd með sér sko, okay. Því miður þá bara hef ég ekki komið þið við, en mér finnst hann alveg svalur sko, ég fíla hann sko, þú veist. Já, mér líka. Mér það líka svalur. Hann er kannski ekki sterkasti leikari í heimi, en það er eitthvað svalt við hann og hann er svona, mér finnst hann líka, hann er ekki með agent, hann gerir allt sjálfur. Okay. Já, hann er bara... Hann ringi bara og segir sæli Balti. Já, hann bara sendið mér SMS nokkuð sinnum þegar ég var úti og bara, hei, ekki var að vinna saman. Þannig að hann er, nei, ég er ekkert, það er bara mjög flottu gauð þannig, skilur, þú veist, og Svo er eitthvað með Hugh Jackman, svo er líka? Já, það var verkefni sem að Hugh Jackman dróð sér út úr. Það var eitthvað tengt Palestínu og Ísrael og það var njósnara sem að, þú veist, gerist löngu áður, þú veist, hérna árdaga. Og ég held bara hann hafði ekki trissir í það út af landslæginu, skilur. Og þú veist, og viðkvæmt. Það er ekkert allir leikara sem eru mikið svona til að taka svona sjensa. Amerika er náttúrulega mjög sérstöku í þeirra afstöðu og þetta var svona Palestínu svona aðeins lagsið á þessu og það orðið miklu meira af því í dag í Ameríku, en þá var það alls ekki, sko. Já, það eru, þú veist, við hittumst og ég fílaði hann mjög vel og hérna við spjallað saman síðan og þú veist, það er ekki komið neitt út af því, en hérna, þetta er svolítið, Hollywood er bara svolítið svo þorp, sko, þú veist, svona leikarnir, maður hittir þetta, þú veist, maður er búin að eiginlega hitta alla, sko, þú veist, og eiga eitthvað svona, og stundum verið eitthvað svona pælingar og stundum bara hitt. Þetta er allstaðar en þetta er hvergi, en Hollywood klúbburinn, hann er til, eða þú veist, þetta þorp, þú veist, er einhver svona eventar sem að þið hittist á og bara... Nei, það er bara svona einhver, já, það er svona, jú, Golden Globes eða eitthvað svona, þú veist, eða einhver dæmi eða frumsýningar og hittir eða oftast hefur þetta bara verið samt eitthvað verkefni sem að ég hitti eitthvað af þessu fólki svona í samkvöndum en oft er þetta, veist, kom Jimmy Carrey að mér í einhverju partí og bara brjálaði að fá að vinna með mig það er svo fyndið, skilur en hérna þá var hann actually hireable, sko, það er erfið það í dag fyrir En já, þetta er náttúrulega, ég er búin að vera þarna núna þetta er að vera, ég byrjaði 2008. Það var 20 ár. Þetta er að vera 20 ár. Og það er svo óvinnilegt að ég hef komið svo langa feril þarna. Það er svo margir sem hafa komið og stoppað stutt og sérstaklega erlendir leikstjórar. Ég er búin að vera, þú veist, en ég er ekki alltaf sagt, þetta er ekki spretthlaup, þetta er marathon, sko, veist, og hugsa það svona, þú veist, það eru svona hraðari kaflar og hægari kaflar, þú verður að reyna að halda peysi, skilur. Og það er, þú veist, það er bara orðin, já, þetta er orðin bara þokkalega, ég fatt það ekki eins og segja það hérna, þetta er orðin 20 ár. Já, það er meirinn flesti sem er að hlusta þetta. Hafþór Pálmi spyr hvort var betra að leikstýra Mark Wahlberg eða spila með Neista Hofsósi? Sko, það voru leiki sem voru mjög góð með Neista, það er rosa mikið Neista spurningum hérna. Það voru, hérna, ég svona, já, en ég lendi því, sko, í Neista hérna að það var svona, ég var targetaður að svona sveitadurgum fjörðdeil sem var bara helvíts leikarinn komin inn á tæklumann og svo var ég bara, því haldur út af öðru hvernig leik, sko. Þetta, ég var hún fertuð, ég var að spila með þau líka, sko. En ég segi bara, þetta er jafn skemmtilegt, sko. Taka pólitíku svona á það. Sessor. Við viljum bara hvetja ykkur hlustendur til að fara á sessor.is. Það er hluta vinnustaf viðskiptavinna. Samstarfið er byggt á langtíma samböndum. Sessor vinnur náum með stjórnendum og leiki starfsfólki, kynnist rekstrinum djúpt og stígur inn þar sem þörfin er mest hverju sinni. Fröken Reykjavík, eins og ég heldur við komið inn á síðasta hætti, þá kíkti ég á menninganótt og tók fjöluna með og mér langaði bæði í einn ískaldan koktel og svo langaði mig líka eitthvað gott að borða. Börnin voru svöng, konan var svöng, þannig að það var breytstopp, það var bara Fröken Reykjavík. Já, fóru ekki bara öll í steikina? Já, en ég pantaði nú bara 2 steikur, sko. Svo litla nú ekki byrja að borða þeim þá, en sá eldri, hann kláraði ekki hálfa steik, það var flangsteikin, sko. Segjúkur, hún er líka það góð. Já, hann sagði það líka, djöður þetta gott saman. Lengjan, seti spennu í leikinu og tippa á lengjunni, loksins er enski boltinn hafinn á nýjan leik og hvað er betra en að stilla á
sín sport og fara að horfa aðeins á enska boltan eða en íslenska og fara að tippa. Já, og nú fer líka bara karvan að rúla stað og handboltinn, þannig að það að gera að vera með lengi uppi klárt eldgamla 12-útkallið við höndina. Svo þetta, fólk var mikið að spyrja mig bara, guys, þið verðið að segja mér frá þessari tilkynningu með Devin Jones sem við erum alltaf að tala og að við getum gefið út. Við getum núna gefið þetta út, það drip sem vorum að tala þessar nýju vörur og þetta lúkkar ansi vel yfir. Ég nú ekki gert svo frægur að fá að smakka þetta ennþá, en það var nú gaman ef að Þorvaldur getur komið með smakkinga fyrir gesti. Já, eigum það inni, en sko, maður búin að vera duglegur að kasta út og gefa með sér í golfinni í sumar af mínu uppáhaldi Licorice og jarðarberum, Licorice og jarðarberudölun. Það er að því að taka einu Licorice og eina jarðarber saman. Það er helviti gott. Síðast en ekki síst, allir sem eru með 7 eða 8 eða 9 endastaf, þeir sem eru með 7 þurfa alltaf bara að drífa sig, en þeir sem eru með 8 og 9 endastaf, allir í skoðun til frumherja, áðurinn gannið að stað, farið fyrst í núna að bjóða bók í skoðun þar. Það er jafn skemmtilegt að láta tækla sig á fullu og leikstýra markmálum. Það er svolítið svipað. Já, hann tæklar þig væntanlega líka aðeins. Hann er rosa fítgóður sko. Já. Hann er alveg frábær náungi og við áttum núna mjög skemmtilega þegar við hittast aftur og bara, það var bara svona svo hitta Þelga Hjálma sem það við minn þetta er bara, já, báður hættir að drekka og orðinir svona kallar skiluru, búin að vera lengi í þessu og það var svona ógstæð gott og svona fjölskyldumenn og bara tala börnin okkar og svona. Það var svona, já, þetta var rosa vinalegt að því við unnum hann 2 myndir saman og svo við ekki unnið saman síðan. Ég hætti í mynd sem ég ætlaði að gera með honum út af hana, tók hana verkefni. Það var svona smá pyrraður út í mig en svo voru við bara helviti góðir sko. Já. Andrésson spyr, ef þú getur gert eina mynd aftur með þeirri reynslu sem þú hefur í dag, hvaða mynd væri það? Góð. Já, það er mjög góð spurning. Ég myndi sennilega gera Little Trip to Heaven. Já. Aftur. Af hverju hana? Af því að þetta er frábær hugmynd en því miður þá tókst mér ekki og mér og staðsfólki minna ná handritun á það stað að hún small. Það er svona mynd þegar hún það var svona ákveðin hluti sem maður geta, þú veist, ég bara, þetta er ógeðslega góð saga en mér tókst ekki alveg að negla hana, skilur. Og svo myndi ég hugsa það sé svo mynd, svona, ég hugsa ég myndi að hugsað það. Það fyndi, ég hef hugsað að þetta gera hann bara aftur. Það er reyndar ekki mjög góð hugmynd. En sama mynd, bara aðeins betri. Já, að bara, þú veist, að því ég veit að ég neglaði þetta, sko. Bara tókst ekki alveg, svo, þú veist. Já. Er tölfræðistriðið við leynilökudrengina lokið, spyr Kristofur Leví? Er hann að pæla ykkur? Já, tölfræði, já. Það veit ekki hvað er eiga við þarna? Jú, það var þetta því að ég algjörlega, by the way, þetta er grín spurning, sko, þegar að leynilöggan kom út, þá kom frétt það að leynilöggan hefði stærstu opna helgi íslenskra kvikmynda sem ég átti. Það var Mýrin. Og þú fórst í gögnin? Nei, þurfti ekki að fara í gögnin, sko. Mýrin var með 15.000 manns, leynilöggan var með 7-8.000, sko. Málið það hefur sko, verðbólgan aftur góð ástæð til að gangi Evrópubandalagið, skilurðu það helvítis verðbólgan þá voru þeir sem er aldrei gert á Íslandi að miða við miðasölutekjur sem er aldrei gert á Íslandi út af verðbólgu, það er gert í Bandaríkjunum, það er alltaf hausatalning á Íslandi. Og þeir voru svo langt frá því og þeir voru að leika sér að því og þetta er bara Íslandsmet, skilurðu. Þú veist, spurðu hvert sem er á Íslandsmið, þú getur kallaði með smámennu saman en þeir fíla ekki að sé vera að taka af þeim sérstaklega ef við komum stökk ekki nema hálfa hæð með að þessi þú fóst, skilurðu þannig að þeir þurfa að komast yfir 15 manns til þess að ná þessu, skilurðu það þýðir ekki að vera í 7-8 manns þannig að það var svona smá rembingur og Hannes, við tókum staðins á en ég reyða núna til að koma út til mín til að setla þetta og svo reyndi það náður ekki nema helmingnum að heldar áhorunni heldur en þá hún er stærsta íslenska mynd bæði áhorunni og það er það sem ég er að tala áðan mynd sem að nær 90.000 manns á Íslandi og fer og vinnur velun út í heimi sko, Mýrin actually var svo sem kom mér virkilega á staði í Hollywood 100 vakti athygli á mér ekki agenta, en það var raunar eftir Mýrina sem að hjólinn fór að snúast Það þarf að taka hann aftur, alltaf langt síðan síðast Þetta handrit er snilt þó ég hafði skrifað sjálf við Steven Selleck hvað heitir hann
sem gerði Night Of. Segal, nei, Steven Segal, Thompson. Hann er handriðsöfundur gert, hann gerði hérna, hefur gert það fullt af Spielberg-myndum. Steven, er ekki Selleck? Night Of, hann leikst hann Night Of, reyðurinn. Salian. Salian, Já. hann, þú sér, þú googlar, hann gert fullt af hérna, risamyndum. Já, Hann bara sagði að það var besta handrit ársins. já. Það er Þegar- Ókei. já. Það er bara, þú veist, þú horfir á þetta, og hvernig handritið er sett saman, sem allt við sem bókin, þetta er sennilega flottasta handritstrykk sem ég hef gert allavega. Já. Af því að þú sér, það er saga, það er 2 sögur að gerast, og svo fyrir að sjá gluggabrotin sem var brotin í eitthvað brjóta glugga sem var brotin áður Já. þú fyrir að sjá og fatta að þú ert í 2 tímum og þannig fer gátan að leysast, að þú fyrir að fatta að þú ert að horfa á mann verða morðingja á sama tíma út að leita morðingjanum og þetta er það föttur það rosalega fá Ég þarf að horfa það er aftur á kannski ekki nóg góð meðmæli með handrið að fatta enginn sko, það geggja handrið að fatta það bara enginn það skilur Nei, það ekki. þetta er alveg, þetta er algjörlega eitthvað sem ég kom upp með, af því að sagan var bara svona klassísk, skiljiði og reyndar var eitthvað fransk tímarit sem var að tóka þessi dæmi sko, var að taka vonda aðlögun og góða aðlögun á bíómynd, á handritsaðalögun og þetta var svona franskt, mjög frægt kvöldmynd og tókuð mýrina. Ég er mjög stoltur af þessu handrit eins og heyrið. Já. Mjög gott. Maður þarf að Taka horfa hann aftur aftur, með já. þessum augum, sko. Já. En nei, næsta spurningin Bjarni Jó spyr, voru það meiðsli sem komið í veg fyrir að ferillin með neista og Hofsósi var ekki lengri? Öldrun. Árni Skarpíðinsson spyr hvað þarf til að Ísland nái að verða það land í Evrópu sem flestar Hollywoodmyndir eru teknar, það er bæði stúdíó og utanhús þar sem UK er nú í toppsætinu. Sko, við höfum aldrei það sem flestar, en við getum absolutt orðið stærri og áhrifameiri og ég hef mikla trúið í og það sem að ég lagði til við stjórnvöld var að það væri svo compatible íslensku lögin og ensku. Þannig að þar sem þú farið ekki á Englandi, farið á Íslandi, skilur þannig að það leggja saman lögin eru svipuð þannig að þá gangaðu upp saman, skilur Þannig að þetta er svona frábær outpost að því að það er hérna landslag sem að, þú veist, að því að mikið stóru myndum teknar í Bretlandi en þau eru ekki kannski með landslag alltaf fyrir það, skilur að þá er hægt að koma til Íslands og taka hlut á því eða hvernig það er. Þannig ég held að það sé bæði það og svo bara byggja upp innviðina hérna að við höfum ótrúlega möguleika en því miður, eins og ég segi, þá þarf hérna svona efnaðasumhverfið að vera betra og sérstaklega gjaldmiðillinn. Mjög gott. Hrefna María spyr besta hestaferð sem þú farið í? Það er svo marga maður. En það er auðvitað, hérna, ég fór í alveg geggja hestaferð sem var bachelorferðin sem áður en ég gifti mig, hérna, fyrir 20 eitthvað árum, sem að ég fyrirvændi eiginkonu minni. Það var svona strákaferð við riðum bara, það var, þú veist, allt á hestunum í trúsi og, þú veist, harfiskur og bara sofið úti undir beru lofti og vorum í 2 vikur og riðum á hálendið og enduðum út á sundriða út á Snæfellsnesi, það var geggjað sko. Vá, það hljómar fáránlega vel. Bara vakna í rigningunni veist, úti, móa og beint á bak bara tampista sem harfisk veist, það byrja nokkri bjórar fyrstu dagana svo var brennivín svo bara haskokkull það er ekki að bera það meira það er svo þungtur hestana Gaman maður. Þetta var geggjað. Bjarni Tór spyr hvernig mætti bæta kvikmyndastyrkjakerfið í Íslandi? Sko, það þarf að gera íslenska kvikmyndasjóðin miklu sterkari þú veist. Þetta er ekki eitthvað sem ég er að tala fyrir sjálf með því ég sæki mjög lítið í hann orðið það er að ég geri mest myndir erlendis og þú veist, og 35% eru miklu mikilvægari fyrir mig og mitt fyrirtæki vegna þess að það er, ég hef bent íslenskum kvikmyndagerðum á að ekki þú veist, ekki sparki það sem að þú veist, fæðir ykkur raun og veru 35% margfald stærri þetta kvikmyndasjóðurinn en kvikmyndasjóðurinn er svo sterkur í að koma mönnum á stað, gefa fólki fyrst tækifæri sín, koma þeim í gang og koma myndum sem að annars myndi ekki fjármagnast að stað, skilur.
þannig að, og hann mikilvægur fyrir, eins og fyrir þegar ég gerir snertingu þú veist, og hjálpi mér, en ég bara, þetta tæki rosalega mikilvægt og það hefur verið algjör stöðnun síðustu árin í sambandi við fjárframlög til kvikmyndasjóðs. Mjög góð. Hann laumar hérna líka, það satt að þú hefði skammað Denzel fyrir leikargeik? Það Já, hann heyri það. Fyrst á þáttinn. Sigurður Ágústsson, okkur voru ekki fleiri Arnaldarbækur kvikmyndaðar? Sko, Arnaldur uppalega þegar ég ætlaði ekki, þegar það er eiginlega Arnald að þakka ófærða til. Já. Að því ég ætlaði að kaupa Arnald, allar erlenda seríun af honum. En ég var ekki tilbúin að gera bíómyndir upp úr 20 bókum, skilur við, það myndi ekki gera neitt með Arnalda bíómyndir. Heldur ætlaði að gera sjónvarpsseríu. Það var áhugað fyrir því. Sigurjón Kjartason kom actually uppalega til mín sem er mjög fyndið, því Sigurjón Kjartason og svo eini sem gaf mýrinni vonda dóma. Það var eini á Íslandi, það var frábæri dóma, nema Sigurjón Kjartason satt og dörðlaði verið hana. Og kom svo nokkrum árum setjum tíminn og spurði mig hvort ég vildi ekki búið til sjónvarpsseríu sem byggð á sömu bíómynd. Ég bara, það að grínast? Ok, ég er til í það. Þetta skemmtilega svona samband gagnrýnenda og leikstjóra. Og þá upp úr því og reyndu að tala um Arnald, hann var ekki til í að selja bækurnar sínar í sjónvarpsseríu og þá kom þessi hugmynd með ófærð. Okkur bara búið ekki til okkar eigi. Og þá úr því verður ófærð til, þannig að það má þakka honum fyrir það. Já, takk Arnaldur. Andrés Andrésson, er einhver leikari eða verkefni sem þú voru alltaf dreymt að vinna með en hefur ekki enn fengið tækifæri til? Christian Bale. Já, Bale, og það er náttúrulega eitt verkefni sem ég er búin að vera rosalega lengi, ég er búin 20 ár sem ég las bók sem ég kom með réttan og kom með handrit og er sennilega að gerast, sem heitir Unforgotten og er byggð á bók norskan strák sem var í andspyrnarhefingunni og var með ofuminni og þetta er sönn saga og er nýttur alveg, húðnýttur af þú veist, þetta er alveg ég get ekki segja, þetta er bara dramatísk og falleg saga, ástasaga og saga bara hvernig stríðið fer með fólk og hvernig það misnota það en þetta er einhvern veginn ekki stríðsmynd, þetta er eiginlega, þetta er geggjuð saga. Ég las þetta þegar ég var að byrja í Hollywood, ég bara sendi mér þetta einhver, ég bara, fuck. Og svo var ekki meir úr því og þá fór ég bara og fann höfundi sjálfur. Og það var ekki fyrir hann var látin, ég fekk réttin á þessu, skilur. Ég er búin að vera að elda þetta í 20 ár, nú er þetta loksins að þetta er þið kannski sjáðu þessa mynd. Þetta er svona eins og snerting svolítið. Þú veist, ástasaga sem gerist svona í erfum kringustæðum. Gerist á 20 ára, það eru 2 sögulínur. Spennandi. Það er ýmislegt sem maður er að brasa. Já. Bjarni Kristján spyr, ertu með eitthvað handrit í smíðum? Jú. Það er nú undan hérna. Jökull Steinn, top 3 stærstu Hollywood leikararnir í símaskránni, stjörnunnar. Sem í símaskránni mér? Já. Stefán, hann er definitely Sjóni, Wahlberg, hann er hana. Þeir eru nú margir, sko. Ég er ekki með símanars Denzel, ég er með símanars Idris. Ég er með það er myndi tína símanum það er margir, það er rosa mikið Charlize er það skilur hún náttúrulega er svona það er svona flesti sem ég unni með og nokkru viðbót Alvöru símaskrá Heimir spyr, ætla Balta að gera mynd ferð Jon Snow á K2? Hún er svo sorgleg Já. Ég er eiginlega búin að gera mynd mann sem deyr á fjalli en ég skil hann orðað hann ég skil menn sem að leggja allt í sölutna fyrir ástyrjuna sína ég dæmi ekki svolítið fólk ég ber meiri viðingu fyrir því að fólki sem að situr í kjallarlega á mömmu sinna alltaf ef voru ekki jónur og fetnar og þeir hjartafalli skilur og lifir ekki lífinu skilur, missir að því ég held að það er svo auðvitað að gagnrýna svona fólk og segja bara hvað átt að pæla átt börn og svona en við lifum bara einu sinni og við verðum að fá að gera það
Já. Við gerum það ekki bara til þess að fjölga okkur Nei. og passa bötun okkar. Hvað þarf maður að gera til þess að komast langt í leiklistinni, spyr Ernir Arnbergs? Ekki bara tróða þessi í loka spurninguna. Jú, ég Hvað held þarf maður að, bara eiginlega eitt ráð gera til ungs fólks, Baltasar, þetta er búið að vera æðislegu dagur. Já, mjög gaman. Sko, það er bara don't go the easy way. Ef þú ætlar að gera þetta er ótrúlega erfitt og krefindi starf. Þú þarf algjörlega tilbúin að fara allar leiðið þetta. Þetta er ekki eitthvað sem þú gerir svona því þetta er svo næs og þeir langast að vera framan á okkur kofurum. Þetta er hardcore vinna. Með þess að það er svo flott eins og Mark Wahlberg að segja að þið var að tala við stelpu sem að ég svona uppgötaði og var í myndinni hjá mér. Ég er alltaf að leita næsta jobbi. Og hann er búin að vera að gera þetta núna og fær ofurlaun en mindsetið er samt að þú ert bara allt næsta jobb, skilur. Og ef þú ert ekki tilbúin í fórnirnar, ert ekki tilbúin í að taka þetta, þá er þetta ekki heppilegur starfsvettvangur. Þetta er riski. Þetta er mikið af vonbrigðum. En þetta er ógeðslega skemmtilegt ef þú ert til í þetta og ert til að leggja þetta á því. En það er eins og með allt. Þú finnur það mjög fljótt hvort að þú sért góður í þessu. Af því að ef þið líður vel og þið nýtu þín, það var strákur sem er mér í bekk sem var bara alltaf að fara að æla þegar hann fór á svið. Bara okkur að gera sjálfur þetta. Og þetta gekk það ekki upp sem ferill. Hann leka alveg eitthvað en það gengur ekki upp sem ferill, skilur. Þú verður að njóta, eins og ég var að segja frá þegar ég var að leikstýra. Mér leið betur sem leikstýra þetta sem leikara og mér gekk mjög vel sem leikara, skilur. Og ég er að fara að leika aftur hjá Baltasetu núna. Bara gaman, frábært. Og en þú veist, ef að passjónin er þetta, þá verður þetta, þá gengur þetta upp, skilur. Það er eina heilræði. Á hvað skala er svo annað mál, skilur. En þá þú sétt bara að leika í einhverju kjallara leikhúsi, þú veist, í hvað sem er, þá er það samt. Það er sama gjöfin. Það er sama fæið. Það er alveg sama fæið að búið til íslenska bíómynd og búið til risa Hollywood-bíómynd. Þetta er sama fæið, skilur. Þetta er bara munur á skala, skilur. Baltasar Kormákur, takk fyrir daginn og takk fyrir komuna. Takk fyrir mig.